Komið sæl og blessuð, velkomin í Helgi spjall hjá okkur á Samstöðinni. Við ætlum í dag að kynna fyrir ykkur, ég veit ekki hvort ég get sagt öldung, honum líður nú örugglega bara eins og sé ungur maður ennþá. En hann 77 ára gamall, skipstjóri fyrrum, núverandi framkvæmdastjóri, athafnamaður, mjög þekktur suður með sjó. Hann hætti að drekka fyrir nokkrum áratugum og líf hans breyttist mikið við það. Átti áhugaverða bernsku og hann ekkert á því að það sem málið að setjast í helgan stein. Það stutt síðan hann tók ný skref í ferðaþjónustu hér á landi og það hefur verið gefin út bók feril hans, bernska hans ekki síst er áhugaverð og já, maður getur sagt skemmtilega en það eru líka bláir tónar í henni. Sigurður Friðriksson, vertu velkominn. Þú ert alltaf kallaður Diddi Frissa, það ekki? Jú, það passar. Þú elst upp á þeim tímas þegar við vorum öll meira og minna bara kölluð gælunöfnum. Já, og þetta var þannig, ég fæddur upp bara suður með sjó. Já. Og í Sandgerði. Já. Og þar voru leikfélaga mínir Einsigau, Ómar Ingu. Já. Og menn voru annars hvort kenndir við föður sinn eða húsið eða eitt góður félagi minn var kallaður Gauja á horninu. Já. Snorri á Felli. Já. Þetta voru þessi strákar sem ólust upp með mér, Já. Menn kynntu sig svona. Einmitt. Fyrir norðan, til dæmis á Dalvík, þá voru krakkarnir kenndir við mæður þeirra og það var einhver svona saga að það veri bara vegna þess að papparnir væri alltaf út á sjó og það væri svona, já, lægi nær við að kenna þau við mæðurnar. Já, það var líka svoleiðis að mjög góðu vinur minn, Einsi Veigu. Já. Já, Einsi Veigu. Já. Við byrjuðum saman, ég og Einsi Veigu, í útgerð mjög ungir. Já. Vorum með grásleppunett og rérum á grásleppu og fengum raumaga og gengum í hús og vorum með hjólbörur og seldum og allir eru svona 8-9 ára gamlir, Já, þú ert farin að sjá fyrir þér og afla fjár bara, 8 ára gamall eða? Já, þetta var náttúrulega bara leikur, Já. Þetta var bara leikur. Já, þetta var leikur, En þú ert ekki mikið eldri þegar þú byrjar að draga björg í bú? Nei, ég kom til sjós 12 ára, Já, þú kom 12 ára til sjós. Já, en mér finnst mjög gaman að rifja æskunu því að ég á mjög skrautlega æsku. Já, við skulum kynnast henni, við skulum bara vinda okkur í það. Hvaða ár fæddur? Ég fæddur 1948. 48? Já. Skömmu eftir stríðslok. Já. Ísland að byggjast upp, það bjartsýni og uppgangur. Já, og bara skemmtilegir tímar líka. Skemmtilegir tímar. Mjög skemmtilegir tímar. Já. Sérstaklega í á þessum stöðum eins og ég alveg upp á Sandgerði þarna sem að plásið fylltist af aðkomu fólki, Já. Og alls staðar af landinu, norðan og austan og bæði næg atvinna og fiskur. Já, og mikill fiskur, Já. Ég man til dæmis eftir því, ég var nú kannski stopulega skólagöngu. Já. En ég man eftir því þar bara skólanum var lokað þegar mikill afli barst að landi. Já. Þá voru allir krakkandi bara í frystihúsið og fiskverkunina og fórum bara að vinna. Já. Og það þótti sjálfsagt. Það þótti sjálfsagt. Já, þá. Já, bjarga verðmætum, draga björg í bú og svona mikil, hvað maður að segja, skólarnir voru í mikilli tengingu við samfélögin. Já, ég held það, Já, ég held það. Já. Foreldraðinir, hverju voru þeir? Frá hvers konar heimili kemur? Heyrðu, við vorum nokkuð mörg systkinin, við vorum 7. 7? Já. Við vorum 5 bræður og 2 systur. Já. Og hvar ert þú í röðinni, systkina? Ég næstelstur. Næstelstur? Já. Og hvað gerðu pabbiðinn og mamma? Ólstu upp hjá þeim báðum eða? Já. Pabbi minn var sjómaður. Já. Og móðir mín var að mestu leyti fyrst svona bara heimavinnandi húsmóðir á meðan hún var að
eignast okkur alla hjörðina. Og síðan fór hún í frystihúsið eins og gerði og það var nú sagt að hún var dugleg sko, svakalega dugleg og kannski hef ég nú fengið sigluna úr henni. Já. En það var sagt að hún hefði farið heim í hádeginu og átt mig og farið svo að vinna eftir hádegið. Og heldur þetta sé satt? Nei, ég held að þetta sé ekki satt. Nei. En það er til marks svona ímyndina af henni að þessi saga hafi orðið til. Já, hún var voðalega, sko, ég var nú fyrirferða mikill og mikill villingur að öllu leyti og ekki að þetta ráða við mig, sko. En hún hlífði mér ekki. Nei. Hún vildi ræða málin og ræddi þau við mig, sko. Já. Kom alveg hreint og beint fram. Já, einmitt. Það kemur einmitt fram í þessari bók sem er ekki vinur þinn, Ásmundur Friðriksson, skrifaði. Já. Og hún kom út var það fyrra eða hitt fyrra? Já, hún kom út fyrir jólin í fyrra. Já, fyrir jólin í fyrra. Já. Það kemur fram sko að það er svona margt sem bendir til þess að þú hafi kannski verið með eitthvert heilkenni sem krakki eða hvað. Ógreint heilkenni. Ég sko, þarna er lesblinda ekki þekkt. Nei. Þannig að ég gat ekki lesið. Nei. Og það eru til marga sögur af því þegar að kennarinn kemur til mín og segir, jæja Sigurður minn, eigum við nú að lesa. Já. En ég átti mjög erfitt með að lesa og skólaganga mín var engin. Ég bara, og þegar maður getur ekki lesið og þá bara verður maður öðruvísi en aðri krakkar. Já. Og ég verð snemma svona einfari finnst mér. Já. Mikill einfari og kannski hefur það loðað við mig að einhverju leyti allt mitt líf. Já. Og ég held að maður mótist svolítið af æsku sinni. Já, það held ég líka. Þannig að þegar var að reka mig í skólan, þá labbaði ég svona í áttina á skólanum og svo labbaði ég bara niður í fjöru eða eitthvað. Já. Ég náði þessu ekki. Mér þótti þetta svo leiðilegt að bara get ekki lesið eða neitt, sko. En ef við förum nú strax út í kannski svolítið viðkvæm mál, maður svona gæti búist í því að þessu fylgdi ákveðin vanmáttur og kannski kviknaði einhver reiði yfir því að það væri verið að leggja á þig aðstæður sem þú ræður ekki við. Já. Ég held að það hafi ekki verið í mínu tilfelli. Ég held ég hafi ekki verið mikið reiður, sko. Nei. Eða ég held ekki, ég geri mér ekki grein fyrir því. Nei. Og ég var ekki mikið í slagsmálum heldur, sko. Nei, ég var svona bara einn og einrædn og fór bara mína eigin leiðir og það var það var þó að það hefði verið skemmtilegu tími þá var hann kannski líka leiðilegur, sko. Já. Það er til dæmis mér mjög minnist að þegar skólastjórinn var að koma heim og tilkynna foreldrum mínum að því miður þá yrði það bara gengið þetta ekki lengur og það var verið að vísa mér úr skólanum og þetta kom fyrir oftar en einu sinni og ég veit að skólastjóranum sem að þótti vænt mig að hún þótti þetta mjög erfitt að þurfa að gera þetta. Hann hét Sigurður Ólafsson og við vorum miklir og góðir félagar, sko. Já. Stundum náðan tökum á okkur og ég man einu sinni þá höfðum við trassað mikið þarna strákarnir, ég og eins í Gaui, við vorum nú mikið saman að prakkarast þarna eða þetta var eiginlega bara ég er eiginlega þannig gerður, mér finnst best bara ég taki allt á mig sem að skeiði þarna, sko. Nema mér gekk ægilega illa að læra Margrétarnudafluna og ég bara gat engan veginn á þenni. Nema svo kemur hann til okkar og segir strákar, þið verðið svona strákar eins og þið sem að verði skipstjórar á en langt líð, þið verða að læra Margrétarnudafluna. Við komum báðir daginn eftir að kunnu Margrétarnudafluna utan að það var komin hvati til að læra. Ég er oft búin að hugsa þetta. Hvað var til þess að ég gat lært þetta þarna á þessum tíma? Bara á þarna einum degi þá bara lærði ég Margrétarnudafluna. Af því að
sennilega vegna þess að þú áttar þig á því að þú getur elt einhver draum eða það var komin tilgangur með markvöldun á töflunni. Já, eitthvað hefur það verið. Ég ger mig ekki grein fyrir hvað það var en ég náði henni og hún hefur nú kannski verið formúla mín í lífinu síðan. Já, en þú ert ægilegur villingur. Það er ekki bara að þú mætir ekki í skólan nei. Og kannski hafði nú ekkert mikla bjargir til þess að mæta í skólan samanberið lesblinduna og eitthvað svona fleira en þú ert alveg kolvitlaus. Já, ég er ofvirkur. Þú ert ofvirkur. Já. Og kannski með einhverja fleiri brenglanir athyglisbrest hugsanlega. Já. Og hvernig svona lýsti í hverju birtist það í hegðuninni? Sko, ég held að þetta birtist svona í minnumáttarkennd. Já. Eftir að ég hef farið í gegnum líf mitt. Já. Og þá er þetta svolítið erfiður kafli sem að ég bara vil halda við og vil rifja upp og vil muna þessa tíma. Já. Þeir koma mér vel, sko, þeir hafa komið mér vel síðan. Ég á nú 5 börn, ég á 5 dætur. Og þá finnst mér svo gott að rifja upp þennan tíma þegar að þær að læra heima á kvöldin og þegar þær að fara í skólan og svona. Ég gerði það nú til dæmis með yngstu dóttir mín að hún að vísu fósturdóttir mín sem að ég tók í fóstur bara blinda fyrir nokkrum árum, síðan fær hún sjón á annað augað. Að mér finnst ég sjá mig í henni þegar ég að keyra hann í skólan og keyra hann allt saman, sko. Það eiginlega ekki fyrir á svona skólaskemmtunum sem að ég fæ svona einhverja svona slæma minningar því að ég gat aldrei verið eins og maður á neinum skólaskemmtunum því að ég var, eins og ég sagði, ofvirkur. Já. Og með minnumáttarkennd og fullur af alls konar svona bulli, sko. Já. Ég man alltaf eftir því úr bókinni að tvisvar með frekar stuttu millibili þá ertu að leika þar á hjólinu þínu. Já. Og ferð fram af bryggjunni í tvígang. Já. Og þeir bjargaði þér þarna. Heiðmundur Ottósson, hann bjargaði mér. Hann átti vélsmiðið þarna efst upp á bryggjunni. Já. En ég hef verið svona, ég er svolítið ennþá. Ég storka lífinu. Já. Mér finnst gaman að takast á við það sem er nánast ómögulegt. Já. Og í fyrra skiptið sem þér bjargað, þá svona færiðu náttúrulega, ég meina maður bjargar barni sem fer í sjóinn og bara allt gott með það, en í seinna skiptið þegar fólk áttar sig á því að það er eins og þú lærir ekki neitt þá ertu hundskammaður þegar þau draga það á land. Jú. Og þetta náttúrulega, þarna hefur fólkinu í kringu þig verið orðið ljóst að þú værir ekki að binda þína bagga alveg sömu hnútum og flestir samferðamenn. Já, ég held að það hefði strax komið ljós. Já. En þessi Heiðmundur, hann er dáinn núna. Hann tók mér afskaplega vel, sko. Já. Bara alveg sérstaklega vel. Já. Og hann stökk í sjóinn bara til að bjarga mér, sko. Já. Hann bara hljópar vinninu út í sjóinn, sko. Já. Og honum þótti alltaf vænt mig líka. Já. Og ég er búin að hugsa svo mikið þetta eftir á, sko. Til dæmis þegar ég byrja að vinna sem krakki, þá byrja ég að vinna í honum. Já. Og þú værir ekkert hér ef hann hefði ekki verið á sínu stað að bjarga þér. Já, hvað veit kannski hefur maður lært á lífinu. Ég hef verið mikið í sjósundi. Já. Og ég er búin að fara 3000 sinnum í sjóinn, eða í kalt bað. Já. 3000 sinnum, sko. Ég byrjaði bara ungur að fara í sjóinn, sko. Já. Kannski hef ég lært þetta á því að ég fer aldrei, þegar ég er einn, þá fer ég aldrei lengri en það ég komist í land og einhver komið fyrir. Já, kannski lærði ég þetta þar, sko. Já. Þannig að kannski má ég þakka Heiðmund Ottósinni fyrir allt lífið. Já. Gæti verið, sko. En þú segir að mamma þinn þú hafi mögulega haft segluna frá mömmu þinni. Já. Og hennar rætt. Og ég skynja hlýju og virðingu frá þér. Já. Hvernig var pabbi þinn? Hann var mjög bara góður maður, sko. Já. Hann átti erfið æsku. Já. Mamman sett hann í fóstur. Já.
og fósturpappans deyr. Já. Og þá hann farinn heim aftur og fer, hún með hann svona smá tíma, sko, mammans. Já. Og hún lætur hann síðan aftur frá sér. Já. Lætur hann fara aftur frá sér, sko, og þá kynnist hann fólki sem ákvæðlega fer vel með hann, sko. Já. En ég held einhvern veginn að þetta hafi setið lengi í honum, sko, þessi æskan, sko. Hann vildi aldrei ræða hana við mig þegar ég var ræða hana við hann, sko. Nei. Og en mér fannst einhvern veginn svona, þetta blundaði einhvað svona sárindi úr æskunni. Upplifað höfnun, kannski, einhverja? Já, hann upplifði höfnun því hún lætur hann frá sér, sko. Já, einmitt. Hún lætur hann tvisa sinna frá sér. Já. Var þetta alvöru gefið fólk, foreldraðinir, eða? Já, bara venjulegt, alþýðu fólk finnst mér, sko. Hann var sjómaður og já, bara góður maður. Þegar þið gerðuð ykkur dagamun, hvað gerðuð þið? Var farið eitthvað í ferðalög? Eða? Já, ég man eftir mörgum ferðum sem við fórum ekki í sumari, fórum við í Bergamo og svona, sko. Já. Á þessum tíma ekki komna Spánaferðirnar, sko. Nei. Þær byrja ekki fyrir 1970 og ég hafði aldrei farið í utanlandsferð. Við fórum aldrei fjölskyldan í utanlandsferð, það var ekki á þeirra tíma, sko. Þær kostuðu nú aðeins meira þá heldur en í dag. Já, en hann deyr 1974 og það ár held ég fyrsta árið sem að ég fer svona skemmtiferð. 1974 þá fer ég til Spánar með Guðna í Sunnu. En ég hafði farið erlendis áður bara svona á fiskibátum og togurum. Já. Því að ég er mjög ungur þegar ég byrja á gamlu síðutogurunum. Já, 12 ára sagður á. Já, ég var nú ekki 12 ára á síðutogurunum, þá byrjaði ég bara svona bátum hérna frá Sandgerði. Já. En sko, þú ert að veiða rauðmaga. Já. Og þú ert alltaf væntanlega meira og minna á höfninu, þú ert að fylgjast með köllunum. Það engar sjókonur á þessum tíma, þær eru bara í verkun, það ekki? Jú, þær eru bara í verkun, sko. Já, og varstu snemma heillaður af hafinu og því sem það gaf af sér? Bara strax þegar ég var krakki, sko. Já. Það var aldrei neitt annað í stöðunni hjá mér en að verða bara sjómaður. Já. Ég átti enga aðra drauma og hafði þá bara, og ég á sjónum alveg til 2006. Að ég stoppa, sko. Og þegar aðri krakkar eru kannski í einhverjum svona hefðbundnum leikjum þá ert þú alltaf með hugan meira og meira. Ég er bara á bryggjunni. Þú ert bara á bryggjunni? Ég er bara á bryggjunni og beitningaskúrunum og fiskverkuninni og fjörunni. Já. Bíður eftir því að komast í þinn fyrsta túr? Ég læriði þarna bara allt saman í sambandi við sjóinn og hafði gaman að því, sko. Já, og það var eiginlega eina áhugamáli sem ég hafði. Já. Þetta þætti barnaverndarmál í dag að 12 ára gamalt barn fær út á sjóðu. Ég veist ekki að þú hefur unnið erfiðan og langan vinnudag. Já, það voru stundum fór ég nú í skólan. Já. Og mér mjög minnistætt einu sinni, ég man ekki, sko, hvert ég var 11, sennilega verið 12 ára, sko. Þá voru svona aðkomubátar sem voru í Sandgerði. Og ég hafði verið að róa á einum, þarna 12 ára, sem hét Víkingur III, sem var að róa frá Sandgerði. Og einu sinni, þá lendum við í mjög slæmu veðri og töpuðum helling af línu. Svoleiðis að faðir minn segir, þú ferð í skólan í fyrramálið. Og ég fór í skólan. Svo bara í öðrum tímanum þá banka á gluggan. Sjóinn. Það var ákveðið að fara að leita línunni. Þetta var nú bara þannig þá, sko. En þú svona fullorðnast frekar snemma? Já, kannski hef ég gert það, sko. Já, það var að duga að drepast? Já, ég hef verið líka lánsamur. Já. Verið lánsamur. Og hérna, sko, ég þekki þið nú ekki mikið persónulega, við höfum hist, en ferðu snemma að velta fyrir þér fiskimiðunum, hvar
ferðu snemma að lesa í sjóinn, náttúruna, veðrið og annað og pæla í því hvar hérna sé helst von á afla? Ég byrja nú ekki að spá í þessi mál fyrir en að ég verð skipstjóri. Nei, það ekki fyrir en þá. Nei, þá fer ég að spá í þessi mál og hugsa þau alveg bara mjög mikið, sko. Já. Ég byrja að leysa sem skipstjóri bara þarna eða 20. Já. En ég verð skipstjóri þarna fyrst 1971, þá ég orðinn fastur skipstjóri og hef verið það síðan. Já. Og hérna, já, þá fer ég að spá í svona strauma og veðrið og það allt saman, sko. Já. Og hérna, ég veit að þú varst farsæll skipstjóri og mikil aflakló, en áður en við kannski komum að því, lífið borð, 12 ára ertu komin til sjós, þetta náttúrulega bara kallar, maður hefur lesið bækur og kynnt sér frásagnir fólks sem var á sjó á þessum tíma sem að svona talar það að þarna hafi nú oft verið svolítið svona skrautlegt samsafn karaktera og sumir hafi nú bara verið þannig að þeim hafi liðið best á sjónum í þessum pínulitla míkróheimi sem að lífið borðið af því að þeir hafi ekki einmitt þrifist allt og vel upp á landi. Segðu okkur svona hvernig þetta kom þér fyrir sjónir. Auðvitað var skrautlegt lið, sérstaklega á togarunum. Já. Og það var, ég man nú ekki hvernig þetta var, sko, hvort það var að láta trolli fara í fyrsta skipti, sko, það var vorum eitthvað 15-20 að láta trolli fara, margir svona þokkalega á sig velkomnir. Já. En þegar það var híft, þá voru færri. Já. Það voru 3 eða 4, ég man ekki alveg hvernig það var. Þetta var skemmtilegu tími á þessum skipum með þessum karakterum sem voru. Þetta var, svona fólk ekki til í dag eins og var á gamlu togarunum. Nei, það ekki til í dag. Þeir voru alveg sérstakir, sko. Ég veit ekki hvort að maður á nokkuð að vera að segja sögur af þeim. Nei, ég held ekki. Þeir eru allir látnir. Allir þessi gamlu togarar, eða stór hluta þessum gamlu togarar í öxlum eru látnir og komin allt annar hugsunaháttur. Allt annar, og það var á bátunum svo sem líka, það var mikið af. Og sko þetta var svo allt öðruvísi, til dæmis eins og í Sandgerði, þarna voru 100 bátar. 100 bátar? Já, 100 bátar í Keflavík, 100 bátar í Grindavík. Ef þú fyrir í Keflavík núna, það bara 2. Það er svoleiðis. Þetta orðið svo breytt, þannig núna bara ekkert á bátanum öðruvísi heldur en bara úrvalsskipsöfn. En ég var með það á Guðfinn, báturinn sem að ég var skipstjóri á sem lengst hét Guðfinnur, KN19. Já, frægt skip. Ég segi það nú kannski ekki, en hérna, ég var nánast með sömu skipsöfnina frá því ég byrjaði og þangað til ég hætti. Já. Svona uppistöðuna. En það var engin nýi maður, held ég að 10 ára eða eitthvað. Til dæmis eins og í sambandi við alla vinnu, í sambandi við net, fellingar og það allt saman, sko. Ég var með sama mannin í því. Frá því ég byrjaði sem skipstjóri og þangað til ég hætti. En sko þessi saga drykkfellda sjómanninn sem já líður bara best fjarri mannabyggð. Já. Það hefur verið nokkri þannig karakter, ekki? Jú, og það var mjög mikið það, sko. Það einhvern veginn þannig að þegar maður bara út í sjó og manni líður vel þar, þá á maður heima þar. Maður hefur gaman að því og maður búin að stúdera þetta alveg, sko. Maður bara þekkir sjóinn mikið betur heldur en fingurnar á sér. Hvernig hann haga sér og hann svo margbreytilegur og sérstaklega fannst mér nú gaman að róa í vestan- og suðvestanáttinni. Hún bara heillaði mig sérstaklega svona á netunum. Hvers vegna? Ég veit ekki, þá einhvern veginn gefur fiskurinn sig betur, sérstaklega svona eins og í net ef það ekki þeim verra veður. Og ég veit ekki, ég náði, kannski var það út af því að þetta verða mjög slæm veður oft í vestanáttinni. Smá ögrun og áskorun. Og þá
þá vilja margir vera í landi og þá eru kannski fæstir á sjó og ef að maður er einfari þá vill maður vera á sjó þegar einir er í landi og þennan hugsunátt hafði ég allan minn skipstjórnarferil sko. Ef ég gæti verið einhvers staðar einn sko, enginn nálægt mér Sko, nú veit ég það að þú varst lesblindur þú varst mögulega með athyglisbrest og ofvirkur og þú hjólaðir í sjóinn hérna ítrekað af því að þú varst þannig stilltur þú ferst snemma til sjós og þú áttir eftir að vera skipstjóri en þurfti ekki á þeim tíma ákveðna bóklega hæfni til þess að geta orðið skipstjóri? Jú, áður ég byrjaði sem skipstjóri þá er ég búin að vera stýrimaður daldinn tíma en alltaf á undan þá sem að þótti sjálfsagt þá menn, á undan þá? Já, menn gáttu fengið að þú varst búin að vera eitthvað sko, á sjó þá gáttu fengið undan þá sko. Frá því að vera með réttindi en ég fer í stýrimannaskóla 1968 þá tek ég fyrsta bekkinn og þar með er ég komin með þetta svo kallað 120 tonna réttindin sem var nú þessi hefðbundna vertíða bátastærð á þeim árum Ertu þá tvítugt? Þá er ég 20 ára Þú ert 20 ára og hvernig varstu kvíðinn fyrir því að þurfa að endurnýja kynnið þín við námsbækur? Ég held það svo Meðan við þessa brotnu bernsku í skólagöngu Ég veit ekki hvort ég var kvíðinn, ég held að það er kannski meira út í svona drykkju og þannig laga sko. Drykkja getur nú sprottið að kvíða, er það ekki? Jú, sjálfsagt sko. Og svona einhverjum erfiðleikum bara úr þá æskunni sem að ég var að lýsa hérna svona skrautlegri. Þannig að áfengisdrykkjan hún verður vandamál hjá þér? Já, áfengi verður vandamál í mínu lífi. Það verður það. Hvenær? Ég held að það hef nú bara orðið vandamál mjög fljótlega. Hvenær fórstu fyrsta fylliríið? Ég er bara svona 12 ára gamall, sko. En úr því að þú spyrð brennivín, þá ætla ég að segja það, Björn, að síðustu orðin sem faðir minn sagði við mig. Ef þú ætlar einhver tímann, Diddi minn, að verða maður, þá verður að hætta að drekka. Og það var út af því að þetta var eftir Vestmannaeyjahelgina 1974. Þarna er ég með bát sem heitir Bergvík, KF55. Og ég hringi í hann og ég spyr hann, pabbi, geturðu komið á bryggjuna í Sandgerði með 1 sígart og kartón klukkan 5 eða eitthvað, ég man ekki hvernig það var sko. Og þá sagði hann þessu orð við mig og við bara bökkuðum frá og vorum að fara austur í buktir bara á humarveiði. En hann sem sagt lést þegar ég var í þessum túr. Þannig að þetta eru það síðustu orðin sem hann sagði við mig, hann fæði minn sko. En það þurfti 25 ári viðbútt. Ég fer í áfengismeðferð 1999 og en það hefði verið gott fyrir mig að fara þarna eftir 1974. Þá hefði ég átt að fara en ég gerði ekkert af mér neitt þannig, ég var bara sjálfur mér til skammar og fjölskyldum minni til leiðinda. Maður getur ekki keyrt og ég var orðinn mjög illa farinn alkohólisti. Ertu til í að ræða þetta tímabil aðeins betur við mig? Eða kýst að gera það ekki? Nei, það er allt í fína leið. Ég skammast mín ekki fyrir það, Björn, að ég er alkohólisti. Nei, þá skulum við... Og ég hef aldrei gert það, ég bara... Þá skulum við hvetja... Þetta var mitt hlutskipti í lífunu bara. Og ég hef farið í gegnum það með sjálfum mér margoft. Áfengi var mér mjög erfitt. Sérstaklega þegar maður er skipstjóri og er að drekka. Og það var nú orðið þannig hjá mér að ég drakk bara á kvöldin og þegar ég kom heim. Og það er náttúrulega mjög erfitt fyrir fjölskyldan að horfa upp á þetta og þennan feluleik sem fylgir drykkjunni þegar maður er bara að drekkandi á kvöldin og svo mætir maður á sjóin á morgnana og þetta fer mjög illa með mann. Ég var búin að vera með blæðandi magasár í 10 ár. Þannig að
Já, þetta var orðið svona, bara það stóð allt bara, það var fjölskyldan aðalega sem að ég vildi ekki missa. Ég vildi reyna að halda fjölskyldunni gangandi og en ég réð ekkert við mig bara þegar ég, eins og síðustu árin þegar ég var bara byrjaður að drekka, þegar ég var búin að taka mér 1 bjór, þá gat ég ekki stoppað. Nei. Það var bara fyllerí, sko. Og þetta var orðið svona eins og rússnesk rúlletta, þetta var orðið bara alveg skelfilegt, sko. Já. Og ég var farin að skammast mér fyrir þetta, ég bara, þetta var mér ekki sambúðið einhvern veginn, hvernig ég var þegar ég var fullur. Nei, þú ert rífandi kjaftin svo sperrtur hani og þóttist vita allt og kunna allt og geta allt. Þú ert veikur á þessum tíma. Ég var mjög veikur alkoholisti og ég gerði mér enga grein fyrir því hvað ég var veikur fyrir ég farin í áfengismeðferð. Nei, og það er hellingur af fólki sem að núna að hlusta á okkur eða horfa á okkur sem því miður er líka veikur og hefur ekki gert nægilega mikið í því að taka skrefið. Nei. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við ræðum þessi mál hispurslaust Já, ég geri það líka. Og án skammar, Já, þótt að þetta getur verið erfitt. Það er með þetta eins og svo margt annað í lífinu að einhvern veginn verður þetta svona stolt mitt í lífinu. Já, þú hengir stoltið á þennan lífstíl. Á edrúmennskuna mína. Ég er svo stoltur að ég hafa náð þessum árangri. Að fara í eina áfengismeðferð og hafa aldrei nokkuð tíma fengið áfengislöngun eða löngun í breytt ástand eða löngun í einhvað annað. Aldrei. Það var aldrei hvarflað að mér. Það var aldrei hvarflað að mér að einhvað í lífinu gæti laga það með brennivíni sem ég er að fást í gegn. Þú er náttúrulega notið ótrúlega blessunar að þetta skildi ganga svona vel loksins þegar þú gefst upp. Og það er eiginlega þegar ég er bara að fara í gegnum líf mitt, þá er svona bara, það er ákvarðanir sem að ég hef tekið. Að þær hafa margar, ég er einhvern veginn þannig skapið farin að ég hef ekki bakkað út úr því þegar ég er búin að taka ákvarðanina. Kannski er ég svona þrjóskur líka. Kannski er þetta bara þrjóskan, ég veit það ekki. En samt lítið ég hafa gert einhvað rétt því að ég hef aldrei fengið áfengislöngun. Ég hef verið mikið á fundum og mér finnst þeir gera mig mjög gott. Ég á engin leyndamál, ég segi bara nákvæmlega hvernig mér líður og hvað ég er að fara í gegnum og kem svona bara hreint í dyrana. Ég á mína föstu fundi sem ég fer á og mér finnst það að vera mjög gott. Það þekkja mann allir og vita hvernig maður er Og þú hefur sett því stjórn S.A.A. eða ertu í stjórn S.A.A. Ég er þar ennþá, já. Ég byrjaði mjög ungur ég var ekki búin að vera lengi og ég man ekki hvernig ég byrjaði, svona 2000 eitthvað, og 5 kannski, ég man það ekki hvernig ég byrjaði fyrst í stjórn. En ég var þannig, svo var ég í framkvæmdastjórn í nokkur ár og síðan hef ég verið í þessari svo kallari 48 manna stjórn. En ég stjórnaði þarna fundum hjá S.A.A. sem að voru kallar heiðursmannafundir. Og voru mjög vinsælir hjá svona, mest svona hjá fullorðnum mönnum sem höfðu farið í gegnum meðferð hjá S.A.A. Og ég gerði það í rúm 20 ár. Já. Þannig að þú hefur svona gert þitt til þess að reyna að breiða út boðskapin eins og það er kallað Já. En mér langar enn til þess að fara aðeins aftur að þessum drykkjutíma sko. Í bókinni þá lýsir því þegar þið eruð á leiðinni á hvað? Húnavögg útihátíð. Já, á Húnaver. Húnaver, já. Og þið tjaldið einhvers staðar. Já, við tókum æfingatjaldi. Er þetta í bókinni? Já, þetta er í bókinni. Já. Bóndinn kemur og þið eru ekki alveg vissir hvort hann verði reiður af því þið séu á hans landareign. Já. En þetta leysir svo upp í það að hann tekur ykkur fagnandi og sýpur alveg ógulega með ykkur og kemur aftur daginn eftir og vill halda áfram að drekka. Já, þetta er, jú, þetta er, já, þetta var svona, þetta var þannig þetta er sumarið, ég man ekki hvað sumarið er, en við höfðum verið í Norðursjónum á síld. Já. Á Sigurpáli vorum við þarna 2. Já. Og
og við erum eitthvað að drekka suður með sjó og ákveðum að fara þarna norður. Ég hafði verið í sveit þarna fyrir norðan í Vatnsdalnum og svoleiðis að við, þekkti einhvað fólki þarna, ekkert langt frá, nema það að við bara tökum leigubíl sem að fer með okkur þarna norður. Nema við stoppum í Borgarfirðinum og tökum eitt æfingatjald, svo við værum svona fljótar að tjalda þegar við kæmum á staðinn, sko. Það var alveg klárið á þessu. Og við finnum bara þarna bóndabæ og keyrum þarna upp og fórum þarna bara í hornið á túnunni, en vorum byrjaðir að drekka allir nema bílstjórinn. Og við erum rétt búinir að tjalda þegar bóndinn kemur og spyr hvað við séum að gera, þetta sé ekki tjaldstæði og við mögum ekkert vera hérna og við svona reyndum að róa hann niður og ég man að einn ákveð sagði, við skulum bara mjólka fyrir því fyrramáliðinu og hafa það bara, slappa það bara af. Nema það að svo fer hann bara að drekka með okkur og drekka með okkur einhvern veginn fram á kvöldið, sko. Og svo vöknuðum við morgun og þá vildum við bara fara. Nei, strákar mínir, þið megi vera áfram, sagði hann. Já, og komin aftur? Nei, við fórum norður í Húnaver og Þið voruð orðnir aufúsu gestir á túninu af því þið áttu nóg að brennivíni? Já, áttum eitthvað svona. En sko, leigubílstjórinn býtu ekki gisti hann nóttina? Jú, hann svaf bara í bílnum. Svaf leigubílstjórinn í bílnum? Já. Þetta var svona... Var þetta þá maður ykkur kunnugur? Já, það var einn af okkur þarna sem var með okkur, sem að þekkt hann og hann hafði keyrt hann mikið. Þannig að, já. Þetta er á þeim tímum þegar allt getur gerst. Þetta var á þeim tíma sem allir voru einhleypir og engin börn og enga konur. Nei. Og þarna er ennþá kannski samfélagslega viðurkennt að þú missir hausinn. Þú ert að vinna mikið og vera duglegur, en þegar þú ert ekki að vinna, þá getur þau eiginlega bara skandaliserað og látið eins og astni og drukkið að þér hausinn og samfélagi bara svona reynir að umbyrða það og horfi aðra átt. Er það ekki svolítið? Jú, þetta var bara mjög algengt, þessi drykkja var mjög algengt. Þetta stjórnleysi. Já, og stjórnleysi og já. Jú, það... Já, það voru enginn svo sem áhuga mál önnur, ekki minnstu hvort hjá mér. Ég var aldrei í neinum íþróttum eða neinu þannig, sko. Þannig að ég var bara... Já, ég var bara... Þetta verður svona bara þarna þegar ég er á þessum aldri og hjá svona þessum strákum sem ég var að... En auðvitað var maður alltaf á sjó. Já. Á þessum tíma er engin helgafrí á bátunum. Nei, maður er bara á sjó alltaf hreint, sko. Það er bara þegar voru brælur eða tekið svona frí og jól og páska og maður skreiðum á páskadagsmorgun, skreið maður heim klukkan 5 á morgunin kannski á netabátunum, sko. Já. En það drekkur enginn borð? Nei, ég hef aldrei verið með því á fiskibát. Og ef einhver í skipshöfninni drekkur borð á þessum tíma, segir hún þá bara? Já, það er ekkert svoleiðis núna. Það er... Og svo líka núna ég hætti til sjós. Ég hætti til sjós 2006. Ég var að velta því fyrir mér á þessum árum, sko. Hvernig var tekið á því þegar menn drukku borð þá? Já, ég ætla að segja þér eina sögu. Sem að lýsir þessu öllu saman. Ég var með sömu skipshöfn í mörg ára, eins og ég sagði þér áðan. Og svo einhvern tíma þegar við erum að halda við fórum svona út einu sinni kannski 2 ári skipshöfnin. Nema það að við vorum að fara á einhverja skemmtun á Hótel Ísland og það er þarna 2 bræður með mér og ég segi við annan þeirra, heyrðu, þó að ég sé hættur að drekka, þá þarfst þú ekkert að hætta að drekka. Þú átt bara að drekka. Þú ert búin að drekka með mér í fjöldamörg ár út allan heim og þú fer ekki að stoppa núna. Þá sagði hann, Diddi, ég hef aldrei drukkið vín. Hann var búin að vera með mér og fyllir út allan heim.
í mörg ár. Ég botnaði ekki til það getur það verið. Ég skil þig. En já, Ísland var náttúrulega helvíti sósað í brennivíni. Þá sjaldan menn höfðu frístundir og gerðu sér glaðan dag eins og það var kallað. Ég man eftir þessari óstjórn alveg fram á 9. áratug. Ég rifja stundum upp útihátíðirnar, hátíðir eins og Atlavík. Já, já. Við höfum kannski ekki ennþá sagt allar sögurnar frá þessum útihátíðum. Við munum hvað var gaman. Já, já. En það voru líka alls konar hræðilegi hlutir sem gerðust. Já. Og litið var framhjá. Já. Og það svona, það má nú margt samtímann segja, en það sem þó gott við hann að svona ýmis tabú og ýmis skömm, eins og það að menn voru ekkert að líta á alkohólisma sem sjúkdóm þegar þú ert að byrja að drekka. Aldeilis ekki. Þetta var veikleiki, aumingjaskapur. Já, já. Og þú varst bara eitthvað klikkaður. Já, já. Það ekki? Jú, bara vesalingur, sko. Já, en þetta hefur getur ekki stjórnað þessu, sko. Nei, en það gott við samtímann að þetta viðhorf hefur breyst. Já, hjá mjög mörgum. Þótt að séu þetta hellins fordómar hjá öðrum. Já, já. Já. En já, hvenær varstu verstur? Var það í utanlandsferðum þegar þú fórst í frí út fyrir landsteinana? Mér fannst þegar ég að rifja þessi, sko, mér finnst svona síðustu 2-3 ári mín hafa verið verst. Já. Og það nú það hjá mörgum síðustu árin áður menn gefast upp þá ég var svo kvíðinn og svartsýnn og framtíðarsýnin var ekki svona eins og ég vildi hafa hana og ég var bara að hugsa svona lífið framundan að svona gæti ég ekki lifa lífinu. Þetta var engin glóra að já, raunverulega má segja að þegar maður í þessum ham þá á maður ekkert líf. Það ekkert líf þegar maður drekkandi á hverju kvöldi, sko. Nei. Og það maður nýtur sín ekki og maður nýtur þess ekki sem maður að gera en okkur skapar ærandi hlut og nú átti ég indælis fjölskyldu, ég átti mjög góða fjölskyldu og en það sama, maður já, brennivinnið svona, það tekur alla gleði úr manni og verður svona bara hugsunarháttur sem að manni langar ekki til að lifa og langar ekki til að hugsa. Bæði bara bein áhrif á heilan sem éta upp ákveðin svona velíðunarefni og svona alltaf bara skömmin og mórallinn já. Lítur alltaf einu. Já. Ég og maður gerir sér ekki grein fyrir því hvað maður veikur í höfðinu sínu þegar maður Nei, ég gerði mér enga grein fyrir því hvað ég var veikur þegar ég fer í áfengismeðferð. Varstu í löngum blackoutum stundum og það sem var svona kylvar í kasti? Nei, ég held að ég hafi nú ekkert verið í löngum blackoutum, sko, en ég var að drekka stundum nokkra daga í röð. Já. Sérstaklega var það nú þegar ég fór erlendis, kannski viku, 10 daga, sko. Þá var maður að drekka bara hverjum degi. Já. Þú minnist þarna á orð pabba þíns. Þau hafa kannski hjálpað þegar svona ögur stundu að fá einhvern auka styrk, en var það einn einstaklingur sem að leiddi þig í gegnum þetta stóra skref eins og oft Að fara í áfengismeðferð? Já, oft það fólk sem að hjálpar öðrum. Já, ég var búinn að sjá einn félaga minn sem heitir Jón Eyfjörð. Já. Hann hafði verið skipstjóri líka. Já. Og ég byrja svona að leita til hans. Já. Ég gefst upp á Spáni. Á Spáni? Já, á Kanaríum. Já. Og þá labbaði ég upp í bæ og þá hitti ég Jón. Og þá var ég svo illa farinn, sko, að bara lífslöngunin var eiginlega bara búin. Það var eiginlega ekkert eftir, ég bara þakka fyrir að hafa komist heim. Já. Þannig var áfengið einhvern veginn búin að leika mig, sko. Þannig var komið fyrir kallinum? Já, ég var orðin bara mjög veikur, sko. Og það svo margt sem maður gerir sér ekki grein fyrir, eins og það að á þessum tíma þá átti ég 3 dætur og eiginkonu. Manni þykir ekki vænt neitt.
Nei. Manni þykir ekki vænt nokkuð skapa hærandi hlut nema brennivínið. Já. Það ekki fyrir að ég gerir mig grein fyrir því í áfengis meðferðinni vestur á Staðarfelli hvað mér þótti vænt börnin mín. Þá fór að kvikna svona tilfinningar. Já. Meira að segja konan sem var að skilja við mig. Já. Allt í einu þótti mér svo vænt hana. Já. Og ég man eftir einu sinni þá hringdi ég heim og þá hringdi ég heim og ég sagði Greta, ég elska þig. Já. Ég ætla nú ekki að segja allt og hvað hún sagði, en mér finnst það ekki vera viðeigandi en þá fór mér að þykja vænt hana. Já. Eins og börnin mín. Já. Og þá fer maður að hugsa, býttu nú við, allt í einu fer maður að hugsa svona, þarna fór að kvikna hjá mig tilfinningar sem voru farnar. Já, þú þiðnar upp, Já, klaka súlan já, bara tilfinningarnar, maður bara drepur þær í bara brennivínu fyrir beintu bjölan. Bakkus svo frekur, hann tekur allt, hann getur allt. Já. Þannig að... Og fólk hættir að vera menn, það hættir að vera manneskjur í verstu tilvikum. Já. Það verður einhver vondur skuggi af því sem einu sinni var. Þannig sko, já, þannig að þegar þetta þá verður gríðarlega mikil breyting hjá mér eftir að ég fer í áfengismeðferð. Já. Þú svona endurheimtir einhverja útgáfa að þér sem þú kannski vissir ekki að var til? Já, ég fekk, sko, það svo ótrúlegt. Ég fekk gjörsamlega nýjan hugsunarhátt. Já. Mér fannst einhvern veginn allt sem ég hafði farið í gegnum lífið, sko, að það breytist allt saman. Já. Meira að segja átti ég nokkra óvildamenn. Já. Og eftir áfengismeðferðina þá sá ég það að þetta var bara fínasta fólk. Já. Það var bara ekki það þessu fólki. Nei, einmitt. En þeir eru einmitt margir sem að ég hef hitt sem að lýsa ham og sinnaskiptum sem þeir upplifðu á Staðarfelli. Já, einmitt þar sko. Þetta var mikill galdrastaður fyrir marga örlagastaður. Já. Áfengismeðferðin sjálf sem að menn ýmist fór út fyrir landsteinna hér á árum áður til þess að fara í eða Vogur eða hvað það hét, Hlaðgerðarkot og eitthvað þar á undan. Já, þessi staðir, bæði Vogur og Hlaðgerðarkot, þau eru búin að hjálpa þúsundum manna. Já. Það eru þúsundir manna svona eins og í svona sporum eins og ég sem eru búin að vera að berjast í áratugi og svo bara allt í einu náður þessu. Bara... En fyrir marga sem fari áfengismeðferð þetta svona 2 fasar. Fyrst þetta að afeitrast eða bara komast út úr neyslunni sem þú kannski eins og Vogi núna en svo að stóra ævintýrið gerir svo í eftirmeðferðinni og það að þú sért að tala Staðarfell sem eftirmeðferðarstaður að það var svona, þar var þín stóra vakning sem sagt. Já. Og þar gerði ég mig líka grein fyrir því að ef ég hefði ekki farið á Staðarfell, stoppað bara þarna eftir Vog, þá hefði ég ekki náð árangri. Nei. Einmitt. Og þú heldur enn í þetta dauðahaldi? Edrúmennskuna? Já, edrúmennskuna. Já, það bara lífið mitt, sko. Já. Ég orðinn það fullorðinn og ég búinn að heyra það margar sögur. Leið og menn byrja að drekka aftur. Þegar þeir láta einhvað blekkja sig að þeir geti drukkið, að þeir geti tekið 1 glas og stoppað. Ég með þetta allt alveg á hreinu. Ég get ekkert gert. Ég full sigraður af Bakkus. Það eina sem ég get gert að láta þetta allt saman vera. Kom ekki nálægt í. En það vil ég ekkert annað. Ég vil lifa þessu lífi, sko. Já. Og við bráðum eftir að fara út í það hvað þú ert nú ennþá virkur og í nýsköpun og alls konar skemmtilegum hlutum. En áður við komum að því aðeins hæfileika þína til þess að veiða fisk. Veiða fisk? Já, og straumana og í hafinu og veðrið og svona. Þú þekkir þessa sögu að sumir skipstjórar séu fengsælir en aðrir ekki. Já. Hvað heldur það að ráði því mest? Sko, nú á ég mjög farsalan tíma til sjós. Já. Og ég hef farið oft í gegnum þetta með sjálfum mér. Og það sem að mér finnst standa upp úr að ef ég hef náð einhverju mjög góðu þá hef ég náð því á siglunni. Bara á siglunni, þá ég hef náð því einhvern veginn þannig.
vera alltaf vakandi yfir, fara snemma út, stúdera svæðið mjög vel og svoleiðis hef ég alltaf náð árangri. En það er annað sem að mér finnst skrítið, að ég vissi nánast á hverjum einasta degi sem ég fór á sjóinn, leið og ég hoppaði um borð, þá vissi ég hvað ég myndi landa miklu um kvöldið. Það þótti mér alveg svakalega skrítið, sko. Ég náði mjög góðum árangri á rækjunni og ég var búinn að stúdera hana svo mikið að ég lá í því heilu árin bara að stúdera rækjumiðin. Þannig að sem að mörgum þykir nú mjög sérstakt var það að ég var nú komin með 3 rækjukóta sem að ég hafði keypt. Að eftir besta rækjuveiði árið mitt þá sel ég meiri hlutan af rækjukóta mínum. Hvers vegna? Vegna þess að ég vissi það að það gat ekki verið nein rækja eftirleiðis. Varstu bara búin að veiða hann alla? Nei. Það sem að ég sá var það að ef þú myndir hugsa þér eitthvað svona svæði bara 10 kilometrar á lengd og 10 kilometrar á breidd og þarna eru 10 bátar sem eru að veiða alltaf hreint og þú sér að þetta gengur alveg svona, það er kannski 1 og 1 ár sem að dettur út og þetta er svona sjálfbært svona, þetta svæði. Síðan kemur pólitíkin og það bætast við 3 bátar. Svo bætist einni viðbót, svo bætist við 4, svo bætist svona við. Þannig að smá saman gerur þið grein fyrir því að þetta getur ekki gengið svona lengi. Rækjan lifir bara í 3 ár, hún verður ekkert eldri en 30 ára. Þannig að ég var með það alveg á hreinu að eftir allt þetta mók og ég er búinn að stúdera þetta fram og tilbaka, upp og niður, ár eftir ár eftir ár eftir ár eftir ár. Það var ekkert sem sagði mér það að það yrði rækjuveiði hér á næsta ári eða það næsta ári. Og ég ætla að segja þér það, Björn, það var ekki ein einasta rækjaveit í 16 ár eftir þetta ég seldi þetta. Það er nefnilega það. Ekki ein. Ekki ein. Og ekki nóg með það, það hefur engin humar verið veittur. Humarmiðum voru eyður og svona. Þannig að þetta er annars vegar saga af þínu nef, en þetta er þó líka saga fiskveiðistjórnun og mistök í umgengni við fiskimiðin. Sko, við þekktumst mjög vel, ég og Halldór Ásgrímsson. Einu sinni hringir hann í mig og segir við mig, þetta er alversta mál sem að ég hef fengið inn á borð til minn. Það er Eldeyjarrækjusvæðið og svo skellt hann símanum á. Þá var búið að þjarma svo að honum að ég var búinn að segja við hann að það væri ekki hægt að ef ég myndi bæta við bátum, þá myndi bara eyðileggja Segla sagðiru og svo vissirðu að mótni hvað kemur mikið í landa kvöldi. Ég fer stundum netaveiði í Mývatni. Pabbi, ég er sérst bóndasonur og ég tengi svolítið við þetta, sko, að það er einhver tilfinning, maður veit hvort maður veiðir eða ekki og stundum finnst manni eins og að maður veit ekki af hverju og það er sennilega eitthvað tengt veðrinu og öðru slíku en maður veit ekki endilega alltaf af hverju maður gerir það sem maður gerir. Og þetta er náttúrulega það sem er svolítið heillandi við þennan atvinnuveg. Sko, rækjuveiðin er náttúrulega rosalega stór þáttur í mínu lífi. En þegar við erum að ræða þetta, þá dettur mér í hug einu sinni. Það var slæmt veður, hafði verið slæmt veður og það var norðanátt sem er nú ekkert sérstaklega góð fyrir rækjuna á þessum svæði, en ekkert alls slæmt samt. Og ég landaði á Sauðárkrók, hjá Dögun á Sauðárkrók og og þeir keyrðu rækjan á milli. Og við urðum að vera með 10 tonn til að sendu bíla, annars þeir landa daginn eftir. Nema það að þeir eru svona eitthvað að fylgjast með Ævar. Þarna landaði ég á Bíldudal, og hann hringir í mig, hann Ævar, þarna verksmiðjustjórinn, og segir, er þið að fara á stað?
Já, ég fer allar auga, segi ég lagður á stað og mér sýnist nú á sjónum að það fari nú ekki margir bátar út í dag. Og hvað á ég þá að gera í sambandi við bílinn? Já, við verðum með 6 tonn í kvöld, þannig að svo ræður hvað þú gerir. Hvenær ætlar við í landi, sagði hann. Ég verð með þessi 6 tonn á bryggjunni í Sandgerði klukkan 11 í kvöld. Já. Það gekk allt eftir. Björn, við lönduðum 6 tonnum og 3 kílóum. Kannski ekki henda þessum 3 kílóum fyrir borð? Þegar maður segir svona sögur þá bara, hvað hugsa fólk? Hvað aldrei hugsi? Sá ég klikkaður maður. Hann trúið þessu einhver? Nei, ég trúið þessu. Nei, ég segi svona, mér alveg saman hvort einhver trúið þessu. Já. Þetta blandar stundum einhverjum töfrum, einhverju svona sem mjög gefandi veiði mennska. Já. Er það ekki? Jú, ég var líka á góðum bát. Já. Mjög góðum bát. Einmitt. Sem að ég var búinn að hanna fyrir mig alveg eins og ég vildi hafa hann. Já. Ég kaup hann á Þorlákshöfn en hann var smíðar á Seyðisfirði. Já. Og ég var búinn að lengja hann og breikka hann og hækka hann og setja hann perustefnu og skipta stýrisús á hann og skipta 3 vélar. Já. Allt eftir þínu höfði. Já, þetta var bara orðið mjög góður bátur. Já. Mistir þú einhvern tímann mann? Nei. Datt einhvern tímann maður í sjóinn? Nei, ekki á Guðinn. Nei. En í þinni skipstjórasögu? Já, ég misti einu sinni 1 mann í sjóinn. Ég var nú búinn að gleyma því. En svo rifjaðist upp fyrir mér þegar var að skrifa þessa bók. Ég man eftir Ásmundur Friðriksson. Hann hringir í mig og segir, Diddi, þú misti mann í sjóinn. Hvað segirðu, sagði ég. Og hvenær var það? Og þá segir hann mér það hvenær það var. Það var þess að þegar ég var með Bergvíkina, sko. Sennilega 74 eða 5. Nema, svo var þetta bara mjög góður félagi minn og vinnur hann. Þetta Rafn Guðjónsson. Hann á kafla í bókinni. Hverjar voru aðstæðurnar þegar maðurinn féll í sjóinn og fékk vel að ná honum um borð? Já, ég held það. Og það var svo skrítið, sko. Ég var inn í stýrishúsi og ég stekk niður og ég tek fiskihakan og ég bara ætlaði bara að ná honum. Sko, ég gerði mig grein fyrir það var slæmt viður. Ég að ná honum í fyrsta og ég náði að húkka í stakkina, lenti ekki í skrokklum, sko. Þannig að, ég náði honum, sko. Þú lýsir þessu svolítið eins og það hafi verið upp á líf og dauða og þurft að bregðast skjótt við. Það er bara, það dæmir það hver og einn þegar maður fyrir sjóinn hvort það er upp á líf og dauða. En við náðum honum, ég man að það var slæmt veður. Við fórum þarna alveg upp í fjör og hífðum þar einhvers staðar þarna fyrir austan, ég man ekki hvar við vorum, sko. Á Humar, sko. En svona í dag saknarðu þess stundum að geta ekki bara róið og upplifa góðan dag í ámiðunum? Já, mér hefur langað til sjós, Björn, hvernig einasta dag sem að lífið hefur síðan ég fór. En ég á skemmtibát með rúllu sem hérna niður Snarfara. Einmitt. Ég er búinn að setja hann einu sinni á flot, fara á honum einu sinni hérna út. Og svo keyri ég niður Snarfara og tek 1 hring í kringum hann og ég hef látið þetta duga. En ég hef nú hugsað mér að setja hann kannski á flot næsta sumar og fara hérna út og skaka mér svona í soðið. Ég gerir mér alveg grein fyrir því það er eitt sem ég lærði mjög snemma. Og það er það að ganga ekki aftur á bak í lífinu. Ég er hættur til sjós og það er búið. En við náðum kannski ekki alveg áðan að klára þetta sko með námserfileikana sem að voru hjá þér í bernsku. Þú hefur svo þurft að sanna þig með skólamenntun, er það ekki annað síðar? Og það hefur allt gengið bara vel. Þetta meina þegar fyrir stýrmannsskólann? Já, að fá allir réttindi og... Já, ég náði þessu... Gastu lesið þá? Sko, það ég ætla að segja eina sögu af lestri. Og það er þannig að þegar Ásmundur Friðriksson þegar ákveða að skrifa þessa bók,
þá kemur Ásmundur Friðriksson til minn upp á skrifstofu þar sem að ég í Keflavík. Já. Og hann segir við mig, Diddi, ég hérna með bækur. Hvað margir sem vinna hérna? Ég segi, það eitthvað 25. Myndur ekki vilja gefa starfsfólkinu bók í jólagjöf? Eða viltu bara fá eina fyrir sjálfan þig? Ég segi, ég hef aldrei nokkuð tíma lesið neitt, ég get ekkert lesið. Já, viltu ekki kaupa bókina? Nei, ég hef ekkert bókina að gera, ég get ekkert lesið. Það ennþá þannig. Og Ási heldur áfram og svo segir hann við mig svona allt í einu, helviti væri gaman að skrifa bók um þetta. Já, ábyggilega, sagði ég, sko. Og svo erum við eitthvað að kjafta saman og hann svona klukkutíma þarna hjá mér og þegar ég er búinn að segja hann það ég get ekki lesið. Að þá segja hann við mig, en heyrðu, hvað eigum við að gera í sambandi við bókina? Viltu ekki fá einhvern tíma til að hugsa hvort eigum að skrifa bókina? Nú, vorum við ekki að ræða það áðan, sagði ég. Þurfum við að ræða það eitthvað meira? Já, þú meinar það, sagði hann. Jú, kynna það bara. Svoleiðis var ákveð að skrifa bókina. Já. En þú komst í gegnum námið á þess að þurfa að lesa mikið, augljóslega. Í stýrimannaskólann? Já. Já, ég minnstu hvort ég með skipstjóra og stýrimannaréttindi. Ég fór í gegnum skólann. Ég gerði það. Ég hafi ekki sömu krakkana til að svindla fyrir mig eins og ég gæti í barnaskólanum. Já, en það nú, sko, það nú svolítið sagt að við séum alls konar hindranir núna sem komi í veg fyrir að við getum fengið að njóta okkar. Já. Síðasta sem ég man eftir að hafa lesið, það var nú bara í morgun. Það var að bændur eru núna, það var skikkað til að taka meira próf til þess að aka dráttarvél. Já. Hvað finnst þér um það? Það svo margt skrítið það svo margt skrítið í lífinu, Björn, En því ég ekki að neita að ég er með hótel núna fyrir norðan og við Blönduós. Já. Og ég er búinn að vera undanfarin ár á Skógum. Já. Og maður að sjá þessa stóru traktora, þetta nú ekki neins smá smíði, sko. Nei, þetta svakaleg. Dekkin bara næstu jafn stór og ég og þeir eru með kerrur aftur í og ég veit ekki hvort það sé nokkuð ósanngjarnt að þið séu með meira próf. Þetta kannski orðin annar heimur. Þetta ekki gamli massi í Fergusonun sem var bara að snúa á túninu. Þetta orðið mikið meira, sko. Já, akkurat. En það saman, mér finnst rosalega mikið af alls konar svona reglugerðum. Og svolítið búið að taka svigrúmið fyrir hæfileika fólk sem að kannski rekst á einhverja eina vörðu til þess að ná framgangi af því að það tikkar ekki öll box. Nei. Það svolítið leiðilegur heimur og hann tekur af fólki tækifærin. Já, fyrir ykkur sem eruð að kveikja á sjónvarpinu núna eða fólk í bíl eða hlusta á útvarpið okkar. Það ekki allir sem vita það að samstöðin ekki síst útvarpsstöð, við erum ekki bara sjónvarpsstöð. Þá stendur hér yfir þátturinn Helgi Spjall. Gestur minn í dag Sigurður Friðriksson, skipstjóri og athafnamaður. Flestir sem þekkja hann kalla hann Didda Frissa. Og ég heiti Björn Þorláksson. Diddi, það eiginlega líni líkast að þú sért 77 ára gamall svona þegar maður rappar við þig. Þú heldur þér augljóslega ansi vel, út í góðu formi og þú ert virkur. Það ekkert langt síðan þú varst í einhverju fasteigna umsýslu sem við ætlum kannski að koma að núna, nýjum kafla eða seinni kaflanum í lífiðinu sem tengist ferðaþjónustu meðal annars. Ferðu í ræktina daglega eða? Já. Já, gerir það. Ég er fastur gestur í Vörglas. Já. Þangað fer ég alla morgna klukkan 6. Klukkan 6? Já. Vaknar þá 5 eða? Ég vakna bara klukkan 5 og ég ekki með vekjaraklukku. Ég bara vakna á sama tíma og ég er búinn að vakna frá því ég var bara 14-15 ára gamall, sko. Það bara svoleiðis. Það bara, og þá ég ekkert að liggja í rúminu neitt til að velta einhverju fyrir mér, þá bara spretti ég upp úr, sko. Klæði mig, busti mig tennurnar og klæði mig og ég er búinn að gera töskuna klára deginum áður og ég fer í Vörglas
og ég alltaf að minnsta kosti klukkutíma inn í salnum og alla virka daga. Ég með dóttir sem nýorðin 9 ára og ég keyri hann alla daga í skólan, þannig að ég þarf að vera komin heim klukkan 8. En svo þá get ég náð lengri tíma ef ég vil helgar. En klukkutíminn hendar mér mjög vel í líkamsrækt. Hvað gerirðu í salnum? Ég reyni bara að halda mér svona... Að lyfta og... Já, og ég myndi nú segja að ég væri mest á svona cross-trainer og göngubrautinni og því öllu, sko. Reyna að halda vöðvamassanum og miðjunni og þolinu. Ég hugsa mikið hjartað. Það sem og þá sjúkdóma sem eru mjög algengir í minni fjölskyldu. Þannig að ég fór í skannan daginn. Maður fer í skanna, man ekki hvað þetta heitir, Inventus eða eitthvað. Og þá var allur líkami bara skannaður, þú veist, og skoðaður og ég búinn að ég var gigtveikur þegar ég var ungur. Og gigtin fór mjög illa með mig í áratugi. Alveg þangað til ég hætti að drekka. Verkir í beinum? Já, ég var með verki í öllum skrokknum. Sko. Og já, býtu, hvað var ég að segja þér? Þú veist að tala hvernig þú... Já, ég fór í skannan og ég var með stækkaðan blöðruhálskirtil og þá það þannig að það kunningi minn út í Keflavík sem að ég var hjá og hann fer í þennan skanna og segir við mig, Diddi, þú þarft að fara í þennan skanna því að ég var með ólæknandi krabbamein og þeir fundu það strax og það er búið að laga mig. Svo lesa ég bara hringdi. Ég bara hringdi á leiðinni til Reykjavík og þá hringdi ég þarna og pantaði tíma og ég þurfti að bíða í einhverja 2 vikur og ég fór í skannan og þeir skönnuðu mig þarna alveg hátt og lágt og ég baði að skoða vel ristilinn og blöðruhálskirtilinn og bara allan líkamann. Ég með sjúkdóm sem heitir Crohn's sem mjög erfiður sjúkdómur. Nema það að þeir skoða mig þarna og svo hringja í mig daginn, svo þarf ég að bíða í 2 vikur eftir niðurstöðu og þeir hringja í mig og hann segir, þetta Sigurður, ég segi já, og þá hann byrjar á hausnum og fer í gegnum allan líkamann og svo segir hann, ég get ekkert sagt við þig annað en þú ert nú bara alveg eins og 15 ára. Ekkert að þér. Ég bara átti ekki auka, tekið orð, sko, 77 ára gamall maður. En þú segist að vakna klukkan 5 síðan þú varst 14 ára og þurfur ekki vekjaraklukku. Nei. Hvenær fer að sofa? Ég svona 10. 10? Já. 7 klukkustundar svefn? Já, mér 7 tímar henta mér mjög vel, 6-7 tímar. Það er bara mjög fínt. Og þú hefur augljóslega ekki hugsað það þegar þú hættir til sjós að nú er bara komið gott því þú ert virkur í athöfnum. Hvenær sástu tækifæri í ferðaþjónustunni? Hvenær byrjaði sú umsýsla hjá þér? Sko, þegar ég seldi útgerðina, þegar ég hætti útgerðinni, þá Já, svona áður en ég hætti þá fór ég til Reykjavík og ég ætlaði að kaupa mér, það var verið að byggja eitthvað hérna niður í bæ og ég ætlaði að fara að skoða það, þessar íbúðir og þá hitti ég þar mann sem hafði unnið í skipasmíðastöðinni sem hafði verið í því að breyta bátnum mínum. Heitir Heimir Sveinbjörnsson frá Akureyri. Já. Þá var hann að vinna í þessa byggingavinnu og hann segir við mig, Diddi, þú átt ekkert að standa í svona business, þú átt bara að kaupa hótel sem er upp á Laugavegi, þú er bara Diddi, þú er svo góður hótelstjóri, sko, já, það, ekki spurning. Skipstjóri skástrík hótelstjóri. Nema það, ég segi við Heimir, og hver er með þetta á sölu? Og þá segir hann mér hvað þetta er og á leiðinni þarna frá þá bara hringi ég í fasteignasalann. Og ég segi, heyrðu, þarna, eigum við ekki eitthvað að skoða þetta hótel þarna sem er til sölu þarna upp á Laugavegi? Jú, segir hann heitir Sigurður, þessi er á fasteignasölunni í Garðatorgi.
og ég segi, heyrðu, getur ekki komið í bæinn, ég ætla að skoða þetta. Og svo kemur hann í bæinn og við skoðum þetta, löpum þarna upp og svo ég segi, heyrðu, ég kaupi það, ég tek þetta bara. Viltu allar að þrúkka þessu eitthvað niður? Nei, þetta ekki verðið, sagði ég, bara kaupi þetta. Hvaða hótel þetta? Heyrðu, þetta á horninu, þetta var beint á móti Tryggingastofnun ríkisins. Skáhalt á móti, ég nefndi fyrir þetta, man ekki hvað ég hét. Og hét hvað á þessum tíma? Hótelið? Já, hótel. Já, þetta var kallað bara Fort Flor hótel. Já. Fort Flor. Já. Það annað hótel núna líka, heitir 101. Já. 101 Gestás heitir það. Þetta bara hotnið, sko. Og veist, bara hotnið á Snorrabraut og Laugavegi. Já. Ef þú labbar inn frá Laugavegi, þá var þetta Laugavegur 101. Já. En ef þú labbar inn frá Hverfisgötunni, þá var þetta Snorrabraut 29. Já, ég held ég kom þessu fyrir mig. Og hvað ár þetta? Sem að þú tekur þetta skref? Þetta bara árið sem ég hætti til sjós, 2006. Já. Þetta sama árið, sko. En ég var ekki hættur, ég kaupið þetta áður en ég hætti til sjós. Og þetta áður en svona ferðamannabólan springur? Já, þarna, ég held árið áður hafi komið jafnmargir ferðamenn eins og Íslendingar voru, 300.000. Einmitt. Ég held það, sko. Þetta svona alltaf fara þarna bara spinnast upp. Já. En hvað, af hverju? Hvers vegna? Hafðirðu haft áhuga á hótelum áður þegar þú varst að ferðast? Aldrei nokkuð tíma. Engan áhuga? Nei. Aldrei nokkuð tíma spekuleira í þessu bara. Hann bara benti mér á þetta, þessi maður, og ég bara hringdi. Hafðirðu nef fyrir fiskimiðum ferðamannana að þau ættu eftir að glæðast á þessum tíma? Ég gerði mér ekki grein fyrir því, sko. Jó, ég gerði mér grein fyrir því að þetta væri svona vaxandi, er þið fjölgun í ferðamanniðina hérna. Já, og það er bara alveg eins og núna, bara Íslandi hefur upp á svo mikið að bjóða hérna. Þannig að ég er alveg klár á því að þetta er bara vera lengi hérna. Já. Og hvað gerir þú búin að kaupa? Setur þú mark þitt á daglegan rekstur, útlit innanhús, hvernig hérna, eða lætur þú annað fólk bara að sjá það og hirðir peningin sjálfur á gróðanum? Já, hann hefur nú ekki verið stór svona þessu. En sko, ég giftur konu frá Filippseyjum og hún hefur séð um þetta, bæði reksturinn á þeim hótelum sem við hefum verið með hverju sinni og hún hefur líka hannað inn í það, séð um hönnun. Já, þeim hótelum sem við erum með hverju sinni. Já. Er þetta, áttu bara að hauga hótelum? Ég á ekki, en eftir ég sel þetta, svolítið eftir það, sko, þá förum við austur á Skóga. Já. Og erum þar í nokkur ár á Skógum. Byrjum þar í COVID-inu og erum þar alveg framundir áramót í fyrra á Skógum. Já. Og þá er það selt, það hótel, sko, þannig að þá var bara sjálf farið þaðan. Já. Og þá förum við norður þá tökum við á leigu Húnavelli, sem er þarna við Blönduós. Já, það er skiltið þegar maður ekur að sunnan norður. Já. Það er skiltið þarna Húnavellir, skömmu áður maður kemur að Blönduósi. Já. Og ég hef stundum setið í bíl með fólki sem að segir að svo fyndið með það að ég hef aldrei tekið beygjuna þarna. Hvað ætli sé þarna? Hvað er þarna? Þetta er gamall skóli. Já. Þetta er gamall skóli og þetta er sko, það er búið að kosta rosalega mikið upp á þetta. Þetta er mjög flott. Það er þarna, þetta er stórt og mikið, þetta eru 3500 fermetrar. Já. Það er bæði skóli og það er til dæmis leikskóli líka og það eru tjaldstæði og það er sundlaug og það er pottur og það er búið að taka þetta allt í gegn, það eru 9 gluggar þarna og allt nýtt parkettlagt og svakalega flott og ég er með þetta frá Húnabyggð á leigu. Á leigu, já. Já. Mér hefur verið tekið ákaflega vel þarna, bæði af bæjarstjórninni og bara íbúum þarna bara í Svínadalnum og þarna í kring. Já. Ég gerði
að þegar ég fer þarna þá bauð ég allir í sýslunni í mat í humarsúpu. Ég gerði það svo sem líka á Skógum, sko. Mér fannst ágætt til að kynna mig. Já, mitt. Og ég ætla að segja reyna skemmtilega sögu af því. Gerðu það. Og það er þannig að þegar ég er búinn að taka þessa ákvörðun að þá hringi ég í sveitastjórann sem heitir Björn Arason. Og ég segi, Björn, hvað gæti komið margt fólk? Já. Og hann segir, reiknaði með svona 400. Já, ok. Og ég hringi í Evelyn og segi, Evelyn, það verða svona 400 manns. Guð minn almáttur, ég á bara 150 djúpa diska, segir Evelyn. Ég segi, farði í IKEA og keypti 250 diska í viðbót. Sem hún gerir. Hún kaupir marga kassadiskum. Það komu 60. Því vantar ekki djúpa diska, Björn. Já. Þetta er ágætt. Og nú erum við búin að vera með þetta í sumar og verðum hérna áfram. Kunnum mjög vel við okkur hérna og fínt að vera hérna. Ég finn einhvern Norrlendi í mér stundum. Ég var í Vatnsdalnum í sveit þegar ég var krakki í 3 sumur. Já, mitt. Og þekki þarna, móðir mín kynntist nú manni þarna líka sem hún bjó með síðustu árin sem að hún lifði. Já. Bræður mínu voru í sveit þarna líka í Vatnsdalnum. Já. Nú amma mín, hún er ættuð úr Vatnsdalnum líka og pabbi minn er fæddur á Blönduósi. Já. Þannig ég á mjög sterkar rætur þarna. Já, einmitt. En Evelyn er sem sagt... Evelyn, kona mín, hún hefur séð að hanna svona eins og hún vill hafa þetta innan og flott og fínt, sko. Já. Er langt sem þú kynntist henni? Ég kynnist henni 2. febrúar 2002. Þá kynnist ég henni. Þá var hún nýorðin ekkja, svona tiltölulega nýorðin ekkja. Og já, við kynnumstum bara svona í gegnum sameiginlega vin sem er látið núna. Og já, bara höfum verið saman síðan og eigum eina dóttir sem er 21 árs. Já. Og síðan eigum eina fósturdóttir sem er fædd heima hjá okkur. Já. Var starfsmaður okkar sem átti þessa stelpu og hún er fædd blind. Já. Og síðan bara fer hún af landinu og skilur hann eftir og segir bara við megum fá hana ég var honum of gamall í ættleiða þannig að við gátum tekið hana í gegnum við fengum hana í gegnum fóstur, í gegnum barnaverndarnefnd og barnastofu og sýslumannin og það er heljar mikið mál þegar svona er, sko. Já. Heljar mikið mál og en það hefur gengið mjög vel. Þannig að þú verður pabbi í hvað, 5. Í 5. sinn, og síðasta skipti bara skömmu fyrir 70. Já, en þá langar mig líka til að segja þér að fyrsta dóttir mín að hún er kjördóttir mín líka. Já. Heitir Lóa Kristín. Já, einmitt. Ég á hann ekki svona, ég fékk hana 2 ára gamla. Já. Þetta hlýtur nú kannski að vera eitt af því sem heldur þér ungum og frískum að ræktin. Ég trúi alveg á að ræktin skiptir mjög miklu máli en það hlýtur líka að vera eindislegt að vera með 9 ára gamla stelpu. Já, það er það, sko. Já. Það er það. Já. Og þetta er svo skrítið, sko. Mér finnst einhvern veginn, til dæmis ef ég tek elstu stelpuna mína, hana Lóu, einhverja hluta vegna, ég get ekki sagt út af hverju, Björn, en mér finnst hún vera líkust mér af öllum börnunum. Já. Og tenging mín við hana, hún er einhvern veginn þannig að ég verða að hringja stöðugt í hana. Ég þarf ekkert að hringja neitt í hinnar, en ég verða að hringja í Lóu. Ég veit ekki út af hverju. Og ég hringi í hann í hverju viku. Já, ég er sjálfur til marks það að ég á bæði börn og stjúpbörn. Já. Og ég geri bara engan greinarmun. Nei, það er bara ekki hægt. Það er ekkert svoleiðis, sko. Og ég hef einmitt tengst
tengst stjúpbarni bara mjög nánum böndum og einmitt þetta har stundum með talaða líkindi líka hjá okkur, hjá þeim sem ekki vita betur en þá ég kannski meira að tala um karakter svona útlit en já, það þetta náttúrulega það sem að börn náttúrulega það sem bæta okkur frá degi til dags skiptir miklu máli við erum svolítið á samstöðinni núna síðustu daga og vikur búin að vera að gefa svona aukinn gaum að lífi barna og áherslum barna ég er sammála henni umboðsmanni barna Salvöru Nordal þegar hún segir að sumpart sé flóknar og erfiðar að vera barn núna á okkar tímum heldur en það hafi verið áratugum saman ég hugsa að það sé rétt það ekki? Jú, ég held það sko en ég nú með þessa 9 ára og ég hef óðurlega gaman af henni eins og ég sagði áðan þá keyri ég hann í skólan á alla morgna nema föstudaga ég keyri hann ekki á föstudagum því að þá á föstudagum fer ég í teygjur ég teygður alla föstudaga og það lengur þá skólinn lengur á föstudagum því að þá svona söngur á sal og þannig að það fer svona klukkutími í það en ég finna bara með hana hún svona einhvern veginn öðruvísi og ég held þegar krakkar fæddir eins og hún fædd blind og það hlýtur að vera eins og einhverju erfileikar sem að krakkar hún byrjar á því að ganga í blindraskólan og sem svona leikskóla og mér finnst ég held að þetta hafi haft áhrif á hana að fæða svona blind og hún náttúrulega blind á öðru auganu sér ekkert með öðru auganu og það er bara ónýtt og en hún alveg yndisleg hún bætir allt saman upp svona sem hann vantar bara á því hvað hún yndisleg og góð og bara eins og þær eru allar voðalega svona ljúfar sko Hvað líkt og ólíkt með sjómennskunni og ferðamennskunni og svona hótelvafstri? Ég veit ekki hvað mest ólíkt, sko. Ég veit það ekki. En þetta bæði bara, ef maður ætlar að ná árangur, þá þetta bara stöðug vinna, finnst mér. Já. Og sjómennskan náttúrulega kannski það eina sem að mér finnst vera svona áberandi, það það að þú átt til dæmis helgafrí helgar á sjónum, en þú átt ekki ferðamennskunni. Nei, þá oft mest að gera. Og síðan kannski eitt annað að þegar bræla þá bara bindur bátinn, en það engin bræla í ferðamennskunni, það alltaf ferðamenn og það bara, maður verður að hafa áhuga á því. Ef maður hefur ekki áhuga á því sem maður að gera, þá á maður ekki verið í því, held ég sko. Eða mér finnst það einhvern veginn. Eins og þegar ég var á sjónum, ég var búin að vera á sjónum allt mitt líf, Björn. Og mér gekk mjög vel, alveg svakalega vel, ótrúlega vel. Ég mun aldrei geta lýst í hvað oft gekk vel. Ég hef heyrt sögur af því. En það breytir því ekki. Að veit góðan við þetta, þá var ég þetta var bara búið. Ég hafði bara ekkert gaman að þessu lengur. Það var bara game over sko. Gerist það bara svona 1, 2, 3? Ég segi það nú ekki að það hafi skeið þannig að ég skildi í leiðinni. Já. Þetta var eftir áfengismeðferðina og það svo skrítið eftir áfengismeðferðina. Þá kem ég með algjörlega nýtt, algjörlega bara sko ef hausinn á mér væri talva, þá var eins og bara búið að skipta tölvuna, það var bara komið nýr. Ég fekk nýjan hugsunátt. Endurhlaðinn hugur. Algjörlega endur hannaður einhvern veginn sko. Og ég á sjónum 2 ár á Guðfinn eftir ég hætti og öll sjómennskan verður allt öðruvísi heldur en hún var allt öðruvísi það var ekkert mér fannst líka sko eldmóðurinn gagnvart sjónum hann var búinn bara varst búin að klára það já það var bara búið það var farið sko já. En svo þegar ég hætti, ég dreg upp, ég hætti til sjós á afmælisdeginum mínum 19. apríl 2002. Þá dreg ég í land með mjög góðan afla. Björn, ég fór aldrei borð í bátinn eftir þetta. Nei. Aldrei. Nei. Ekki einu sinni þegar hann var seldur. Ég bara bað vélstjóranum að fara þarna og ganga frá þessu fyrir mig.
Þarna var ég bara búinn. Þetta nákvæmlega saman eins og með brennivínið. Þegar þú ætlar að hætta einhverju, þá þýðir ekkert að ætla að fara að gæla við og geta gert eitthvað. Þarna var það bara búið. Síðan keypti ég mér smábát og var eitthvað að leika mér í einhver 2-3 ára smábátum. Og síðan seldi ég þá 2006. Og eftir það, Björn, hef ég bara ekki farið á bryggjuna. Nei. Sem að ég var á alla ásins. Það er bara game over, sko. Þannig að þú lokar þínum köflum. Já, ég loka á þegar þeim er. Já, þetta sé ekki eins og með brennivíni, maður bara loka dyrunum eftir sér, það er bara búið. Já. En maður svona ályktar eins og í ferðamennskunni að hefur gaman að því að hitta nýtt fólk og kynnast nýju fólki. Já, ég er nú ekki málamaður. Nei. En ég hef samt mjög gaman að því að ég hef nú bara gaman að því að sjá fólki koma og vita af því og það sem að maður er að gera, það skilar árangri. Pabbi minn, hann talaði ekkert annað tungumál en íslensku en hann gat haft samskipti við alla ferðamenn sem komu til Mjóasveitar með einhverjum mystískum hætti. Ég skil ekki hvernig hann fór að því en hann skildi alltaf fólkið og fólkið skildi hann. Já. Mér er mjög minnist að fyrst það er ekki alltaf tungumál. Nei. Ég var einu sinni, ég var nú ekkert langt áður eftir að ég kom meðferð, þá fór ég á aðfund á Spáni, það hefur verið svona 50 manns og ég hérna talaði á íslensku í 20 mínútur og það klöppuðu allir á eittir. Já, ok, skemmtilegt. Ég held að það ekki einasti maður skilja mig, sko. En samt skilja þér. Þeir skilja, sko. Maður veit hvað verið að tala og allir eiga sömu þjáninguna. Já, fólk sem er búið að gangi gegnum að einhverju leyti sambarilega reynslu. Já. Ég hef gaman að ferðaþjónustunni, ég hef mjög gaman að henni. Sérstaklega hef ég gaman að því, sko. Ég er einhvern veginn þannig gerður að ef ég finn einhvers staðar eitthvað sem ekki hefur gengið vel, ekki hefur gengið upp, þá heilar það mig. Einhvern staður sem hefur ekki gengið vel, sko. Alveg eins og þeir fannst gaman að róa þegar hinni voru í landi. Já, akkurat, sko. Það er eitthvað svona, ég kann ekki að lýsa, ég er bara svona gerður og allt miða ég við brennivínið. Þetta er nákvæmlega sama eins og metromennskuna. Það er alveg sama hvað er margir alkohólista, það er hver og eitt sem fer sína eigin leið. Það bara hentar þér, sko. Já. En þetta er einhvers konar ögrun, er það ekki? Jú, kannski. Og kannski spennu, þín leið til þess að ná þér í smá spennu? Já, það er kannski líka bara áhugi fyrir að láta það ganga sem að maður er að taka að sig hverju sinni. Já. Ég held að það sé ekkert eins ánægilegt eins og að sjá það gengur upp það sem að maður er að gera. Nei. Og þá er það kannski jafn ánægilegt að sjá það sem að gengur ekki upp. Já. En það sem að gengur upp, það er gaman að sjá það. Vera veruleika. Já. Hefurðu verið virkur í félagsstörfum? Ég myndi nú ekki segja það. Ég hef aðeins svolítið verið tengdur S.A.A. En svo er ég frímúrari líka. Já, frímúrari líka. Já. Einmitt, sko, að þú minnist á S.A.A. Þar hafa náttúrulega, hvað maður að segja, þar hefur gengið á ýmsu. Þeir sigla nú held ég að þið, þú út í stjórninni þá, sagður, já. Það má kannski segja þessi þokkalegu friður og starfsemi S.A.A. núna, en stundum hafa verið svona einhver ákveðin tímabil sem maður getur kallað læti. Já. Og hefur þá svona reynt að koma á miðlamálum og lempa eða sættast stríðandi fylkingar eða? Ég? Já. Eða hefurðu kynnt undir ófriðinum sjálfur? Ég veit ekki hvað ég á að segja um það. Nei. En það eina sem er dettur í hug er það að þetta er náttúrulega veikasta fólk þjóðfélagsins. Alkohólistar. Þannig að það er nú ekkert skrítið þó að blása eitthvað í kringum það. En ég get sagt þér það að það gengur vel hjá S.A.A. Og mér finnst formaðurinn Anna Hildur Guðmundsdóttir. Mér finnst hún hafa verið búin að ná mjög góðum tökum á samtökunum. Akureyringurinn knái. Akureyringur, Anna Hildur. Mér finnst hún hafa náð góðum tökum á þessu og er með. Mér finnst það sem að ég þekki til, þá finnst mér það. Já, einmitt. Og mér finnst þess að vera í mjög góðum málum núna, bara, í mjög fínum málum. Það virðist vera þessi læti sem voru, ég held að þau séu öll búin og eimar ekkert af því lengur. Nei, einmitt.
og Íslendingar eru nú ennþá með jákvætt viðhorf gagnvart því að við höfum stofnun eins og SÁ og það hér er jákvætt viðhorf gagnvart því að fólk leiti sér hjálpar. Já. Ég hef stundum borið það viðhorf sama við viðhorf annarra landa þar sem að við þurfum kannski ekkert að fara langt til þess að finna lönd þar sem alkoholismi er bara enn ekki viðurkenndur sem sjúkdómur. Já, en flest lönd. Kannski. En hvað sem má okkur segja á alls konar ósiði þá er jákvætt viðhorf gagnvart því að fólk all stór hluti Íslendinga ekki talað 15-20% Íslendinga sem eru með einhvers konar alkagen í æðum. Já. Það er kannski vegna þess hvað þetta hefur verið mikið böl og höggvið víða niður, komið víða niður að það er náttúrulega hver einasta fjölskylda sem kann einhverja sögur að segja. Jú. Það er þannig hver einasta fjölskylda í landinu á einhvern sem sjálf eða bara tengd einhverjum sem er að glíma við þetta eða hefur bara hreinlega látist úr sjúkdómnum, sko. En samt er nú þessi alkoholismi, hann er svo skrítinn að fjölskyldan getur orðið svo meðvirk að til dæmis makinn, hann getur orðið veikari heldur en alkinn. Og mér er mjög minnistætt, ég fór einu sinni í jarðaför, það var verið jarðamann sem ég kannaðist við og svo er ég að tala við ekkjuna. Þetta var inn á Hótel Loftleiðum, þá er það drykkjan var þar og þá kemur þarna svona sameiginlegu vinur og hann segir við ekkjuna datt honum aldrei í hug að fara í áfengismeðferð og þá segir hún nei, svo veikur var hann ekki en hann var dáinn. Afneitun er hluti af þessu ferli oft. Ótakmörkuð. Já. En sko, hefurðu verið pólitískur í áranna rás? Nei. Ég myndi segja ég væri pólitísk viðrinni. Pólitísk viðrinni. Ég held það. Mér datt í hug að þú væri kannski svona ekta sjálfstæðismaður með Ásmund Friðriksson sem ævisöguritara og eitthvað svoleiðis. Já. En það er ekkit endilega þannig? Nei, það er ekkit endilega þannig, sko. Nei, það er ekkit. En hvað með áhugaðinn á þjóðmálum? Ertu svona á þjóðmálum? Hefurðu fylgst með, ertu með skoðanir á því svona hvert við siglum og svona því að oft er nú gaman að heyra í fólki sem er komið á þinn aldur og það kannski getur speiklað tíman og tvenna og er maður svona býr yfir einhverju samhengi og einhverju reynslu, einhverju minni sem að svona leiði til þess að það er með undirbyggða rökstuddar skoðanir á einhverju sem að því finnst að sé að heppnast vel eða gæti farið betur. Já. Jú, auðvitað, ég segi auðvitað, jú, ég er með skoðan á þessu öllu saman og búin að vera það í mörg ár og að því þú myndist á Ásmund, þá hef ég kosið Sjálfstæðisflokkinn. Ég hef gert það. Ég held ég hafi kosið bara, ég hef líka kosið Sigmund. Davíð? Nei, já, Sigmund, Davíð, já. Já, Sigmund Davíð. Já, með flokknum. Þannig að þú ert svona... Ég get alveg kosið hann Ingu Sæland líka. Já. Hvað við erum... Nú, ég get alveg kosið Samfylkinguna. Já, ekki síður, sko. Nei. Ekki síður, sko. Nei. Ég kannast við Kristrúnu. Já. Ég var á Kótilettu kvöldi daginn og hún var þar. Og þá fór hún eitthvað svona, var að spekuliði hvort hún þekkti mig og ég sagði, já Kristján, þú þekki mig, það var ég sem kom þér á framfæri, sagði ég við hana. Ég var að djóka í henni og hún hafði gaman að því. En það var gaman á Kótilettu kvöldi hjá Samhjálp núna í vikunni. 350 manns löngu uppselt. Allur þverskurður þjóðarinnar og sjá þarna alkoholista sem eru búin að berjast við fíknina í áratugi og ná árangri og segja sögu sína, það er. Ég hef ekki gaman að neinu öðru en þessu. Þetta er það sem að mér finnst gaman að hlusta á, sko. Og það er einhvern veginn þannig, það er svo skrítið. Ég var nú að tala um það áðan að ég hef oft verið með svona einmannakennd. Ef að ég er innan fullt af fólki, þá fæ ég svona tilfinningu og ég verð einmanna. En ef ég hitt
einn alkohólista sem ég get talað við, kannski 200 manna hóp, þá líður mér vel. Já. Sko, núna sá tími að fólk óöruggt vegna stöðu heimsmálana. Ógnir birtast okkur bæði úr austri og vestri. Við Bandaríkjaforseti afskaplega sérstakur maður sem hefur svívirt mannréttindi og lýðréttindi í kringum sig og gjörsamlega óútreiknanlegur, og við erum með Pútín á hinu kantinum og Úkraínustríðið og Evrópa að vígbúast og vopnvæða sem aldrei fyrr, og kemur aðeins tölvur rangi á þessum ótta. Hann kemur hingað norður til Íslands og þú býr þarna lengi í nábýli við Keflavík og Keflavíkurflugvöll, og við erum náttúrulega með okkar varnarsögu þar. Ertu stressaður? Nei, ég ekki stressaður. Ertu ekki stressaður? Nei, ég ekki stressaður. Út af öryggismálum í alheiminum? Nei, ég það ekki, sko. En það eru margir pólitíkur sem eru alltaf stressaðir, og sumir segja þess að tala okkur upp í einhvern svona heræsing, stríðsæsing. Á þetta fólk bara að chilla? Ég held það, sko. Það auðvitað margir sem halda það að við getum breytt heimsmálunum hérna. Heldur þú að Pútín fari einhver eftir því sem við erum að segja hér? Nei. Veistu að ég viðurkenni það að mér finnst, sko, ráðamenn heimsmálana mjög furðulegir margir hverjir, sko. Mikið fleiri heldur en Pútín og Trump. Bara mjög margir sem einhverja hluta vegna komast til valda, sko. Ég veit ekkert hvað það sem að gera það verkum að þetta fólk kemst til valda. Nei. Eins og bara Trump og Putin og margir fleiri. Eigum við þá bara að halda okkar siglingu? Ég myndi gera það, ég myndi bara vera friðsæl þjóð, tala röddu friðar. Ég held að auðvitað getum að mana sig upp í það að allt sé að fara bara norður og niður ef maður vill vera þar. Við getum talað okkur upp í mikilvægi þess að eyða milljörðum og tugmilljörðum í einhver vopn og varnir, en það varasum leið líka vegna þess að það étur þá innan úr velferðarkerfinu okkar, og þeir peningar fara ekki annað og svona margt sem við það að athuga. En skynjar ekki svolítið dálítið svona stríðsæsing? Jú, ég skynja það, en það hreyfir ekkert við mér. Það hreyfir ekki við þér? Nei, hreyfir ekkert við mér, ekki neitt, sko. Nei. Og það eiginlega ekkert sem að hreyfir við mér, held ég ekki í sambandi við þetta. Nei, ég held ekki, sko. Nei. En auðvitað ég meðvitaður um það að allt getur skeð. Já. Ég held að þetta sé nú ekki alveg bara fólk með eins og Putin, ég held hann það hefði verið sagt í gamla dag að hann væri dálítið brokkgengur en ég held ef hann ætlaði til dæmis að fara að leika sig með kjarnorkuvopn, þá held ég að það sé alveg á hreinu að það eru fjöldin allur af herskipum og móðurskipum frá Bandaríkjunum sem að myndi kæfa það bara alveg í fæðingu, sko. Þannig að það þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af því, engar. Hvað með eitt umdeildasta mál seinni ára hér á landi, útvegsmálin, kvótakerfið, hvernig byggðirnar hafa sumar þurrkast út, hvernig börn útgerðarfólks hafa eignast, eru ekki að tala um 100 milljarða, frekar en 10 milljarða, í rauninni vegna þess að margir lítið svo á að við sameiginlega auðlind og fólk alveg brjálaði við þessu, og það safnast gríðalegur auður upp og óánægja með kerfið sem svolítið bitnar á viðhorfi Íslendinga gagnvart sjávarútvegi. Já. Hefur þið eitthvað svona reynt að láta til þín taka í þessum málum? Nei, ég hef ekki ráðið leitt til mig taka í þeim málum. En samt myndi ég segja það að allt þetta fólk sem hefur efnast svona, það bara að vinna eftir því kerfi sem að stjórnvöld setja á. Það ekki að gera neitt annað, sko. Nei. Ef að kerfi væri einhvern veginn öðruvísi, þá væru þeir öðruvísi líka. Já.
Ég veit ekki, það sem að mér finnst vera langvest að þessu öllu og það til dæmis eins og smábátaútgerðin sem að líf okkar byggðist á hérna á árum áður. Já. Að mér finnst þeir fara svívirðilega út úr þessu. Já. Að fá ekki að veiða þessa 48 daga, mér finnst þetta bara, það ætti ekki að vera engin dagatakmörk á smábátum. Þeir eiga bara að fá að veiða allt árið og hérna bara eins og þið geta. Handfæra veiðar skemma ekki neitt. Þeir gera bara gott fyrir öll byggðarlög í landinu. Það er mín skoðun. Já. En auðvitað á hitt að vera líka. Það er alveg á hreinu, hitt að vera líka. En það sem smábátandinn veiða, það eru smáminir. Það er mikið minna heldur en bara botvarpan eyðilegur af fiski. Þetta er náttúrulega gjörbreyttur heimur. Alveg gjörbreyttur. Það er líka orðið bara tókstreita þetta á milli allra sko. Þessi að taka þessum og þessi af þessum og svona allir í einhverju reiptogi við hvern annan Já, en ég held að kvótakerfi sem slíkt, ég held að ég var hrifinn af dagakerfinu. Ég var mjög hrifinn af því, sko. Þá gat maður róið dálítinn tíma og svo gat maður bara tekið, þarna eins og við gerum þetta, þá fórum við í frí 15. desember og gatum tekið bara þarna mánuðum jólin og svo gátum við, kannski hefur það bara ekki skilað, ekki verið bara, ég veit ekki út af hverju það hafa tekið af, sko. Eins og línu ívilnun og þetta sem hefur hjálpað öllum litlu bátunum og hérna. Já, þetta er bara ekkit frekar í sjávarútvegi heldur en í öðrum að sá stóri, hann vill gleypa allt. Jú, og þetta framsal afla heimildana skefjalaust, það er náttúrulega kannski meira það heldur en kvótakerfi sjálft. Ég veit það ekki, það er nú margir sem eiga kvóta litla báta og geta leigt, sko. Þannig að ég veit ekki, kannski nei, ég veit ekki, ég veit það bara að þetta var svoleiðis hjá okkur að við höfum það litlar heimildir bara út af því að þegar þessi viðmiðunar ár voru þá vorum við að veiða rækju. Þannig að rækju og humar. Já. Og svo þegar kvótakerfi var sett á þá þurftum við annarkvort að velja rækju eða humar. Já. Ég mátti ekki fá bæði þannig að en þeir sem voru í bólfiski þeir fengu náttúrulega kvóta á allt saman. Þannig að ég fór mjög illa út úr kvótakerfinu. Þegar kvótakerfi var sett á þá fekk ég 60 tonn. Það er svona eins og maður veiðir á einu mánuði. Þannig að En finnst þér við svona heilt yfir á góðri siglingu? Við erum að safna skuldum, það er náttúrulega áfull reyndar sem hafa dunið á okkur efnahagsleg eins og Grindavíkur, hamfarir og fleira en mann er svona, ég er svona með þá tilfinningu að flestum okkar finnst ekkert rosalega bjart framundan. Er eitthvað svona, höfum við búið við góð stjórnvöld undanfarið? Ég held að sé ágætt, Björn, að slökkva fréttunum í svona 2 vikur. Þá fær maður allt annað viðhorf ef maður er ekki að hlusta á þetta stöðugt, þessa útlendingahatur og hælisleitendur og ég veit ekki hvað, þetta er allt saman kallað. Auðvitað er náttúrulega komið allt of mikið af ákveðnum þjóðflokkum sem eru ekki komnir til að vinna. Komið allt of mikið af því fólki, svona erlendum glæpamönnum. Það er nú sagt að séu hér 11 eða 12 erlendar mafjur. Komið allt of mikið af því. En ég á nú kannski ekki að segja mikið, ég giftur erlendur konu. Þannig að ég bara veit það ekki. Við vorum að senda 150 milljónir núna í hommasamtök út í Úkraínu. Ég segi bara, Björn, á hverju á ekki að hjálpa þeim eins og öðrum? Á hverju ætti þeir að vera út undan? Ekki ráða þeir því hvort þeir eru hommar eða ekki. Þeir eru fæddir svona. Ég held að sé mjög gott að hugsa aðeins áður að dæmir. Mér fannst þetta bara alls ekkert vitlaust. Bara alls ekki. Ég er bara þannig gerður einhvern veginn að mér finnst að þeir eigi að fá að bara
lifa og njóta lífsins eins og allir aðrir. En áttu vini sem eru á allt annari skoðun? Ha? Áttu vini sem eru á allt annari skoðun? Á ég? Já. Já, áreiðanlega sko. Það er líka svona fólk sem vinnur hjá mér, fólk með aðra skoðanir. Það er mjög mikil skautun eða polarisering í gangi. Það er hérna aukin harka í skoðanaskiptum og það er að verða lengra á milli okkar heldur en hefur verið. Já. Veistu hvernig þetta byrjaði? Segðu mér það. Byrjaði COVID. Í COVID? Já. Þá var það þannig að bankastarfsmenn þeir fengu prósentur fyrir það hvað það náði af fólkinu. Ha? Þeir fengu prósentur af því sem þeir gátu rukkað inn í bankahruninu. Já, sagði ég COVID, ég ætlaði að segja í bankahruninu. Já. Þetta byrjaði í bankahruninu. Í bankahruninu? Já, þar sem að ríkisstjórnin, hún sigar bönkunum á fjölskyldurnar í landinu. Já. Þar finnst mér að þetta hafi byrjað, sko. Það var engu eirt í þessu, það var bara hirt heimilina mörg þúsund manns. Já, það var mikil óréttur framinn á mörgu fólki. Já. Og eins og vanlega þá er það þeir sem með veikastar axlirnar hafa sem yfirleitt. Mér finnst að mörgu leyti að þetta hafi byrjað þá, þetta sem að öll þessi óvild og þessi ílska í mörgum. Já. Það fór náttúrulega mjög margir illa út úr lífinu. Já. En við höfum líka flogið ansi hátt og þarna áður og margir sem hafa upplifað tímana tvenna núna. Já. En það er nú kannski áhugavert að það eru fæstir sem að halda því fram að þeir hafi verið eitthvað svona sérstaklega hamingjusamir á meðan þeir voru að sukka sem mest fyrir hrunið. Það er einhver lærdómur í því. Já. En það var sannarlega þetta voru mörg okkar áttum góða spretti. Já, það er alveg rétt sko. Og það er náttúrulega annað að vera í svona krepputíma eða uppgangi. Sko, ég byrjaði í útgerðinni 1980. Nei, ég byrjaði hvenær er myntbreytingin? Já, ég byrjaði sennilega 78, já. Þá kaupi ég mig fyrsta bátinn. Allan tíman í útgerðinni, Björn, var mesta vinnan fólkin í því að halda mér niðri. Ekki fara stækka við mig og stækka og kaupa stærri bát. Heldur bara gera breytingar og tegjúrunum eftir því sem að mér efnaðist geta borgað þetta jafnóðum það sem að ég var að gera. Að reisa mér ekki sko hörðar á þessum öxl. Já, einmitt. Og ég hef bara haft hugsunarhátt einhvern veginn að reyna að halda mér niður á jörðinu ef það er möguleiki. Já, ólíkt mörgum íslendingum, margir eru nú ansi miklu flugdrekar og vilja fara sem hraðast. Já, sérstaklega maður er með minnimáttakennd, þá væri það gaman að fljúga og láta sjá. Ég er ekki þannig. Ég keyri á Duster 2015 módel, keyrði tæplega 400.000 kilometra og ég læt það duga. Ég þarf ekki neitt annað. Nei. Og ég ætla að segja þér að ég á eina dóttur sem er 21 árs. Þegar hún femdist, þá komu krakkarnir heim með henni og var svona bara spjalla saman krakkarnir. Svo hringir síminn. Hringir síminn minn og þá sé ég að hún sprettur upp og tekur síman og segir: "Þú lætur engan í mínu bekk sjá þennan síma." Þá var ég búinn að vera með sama síman í einhver 15-20 ár, svona gamall takkasími sko. Hann reynist mér vel. Ég sett hann bara út í bíl og meðan ég kom hérna upp. Þú þarft ekki fínan bíl eða síma sem stöðutákn fyrir. Nei, fyrir það að þú hafi notið velgengni í lífinu. Björn, ég hef aldrei sett á mig neina skartgripi eða neitt þannig. Ég þarf ekki neitt. Þú ert með tattoo? Já, það er nú orðið gamalt þetta. Það sett á mig bara þegar ég var 15 ára gamalt, þegar ég var á Fjallfoss. Já, 15 ára? Já, 15 ára. Nú eru bara allir konur með tattoo? Já, nú eru allir með tattoo. Ég er bara með svona 2 lítil. Já.
Maður einmitt í gamla daga gat maður svolítið þekkt sjómennina frá öðrum út af tattúunum. Já. Núna eru kannski allir með þetta nema sjómenn, ég veit það ekki. Já, það er allir, þetta er svona inn í dag, sko, maður sér þetta í ræktinni, það er allir með svona. Já. Nei, það eru margir sem vilja fljúga hátt, ég vil nú frekar fljúga lágt, Björn, ég er einhvern veginn þannig gerður, sko. Ég er lítið fyrir skemmtanir og ég fer aldrei á neina, ég fer lítið á mannfagnaði og það er helst svona eins og ef ég kemst á svona einhver kótilettu kvöldi þá getur fengið gott að borða það er náttúrulega ekki til betri matur heldur en að lamba kótilettan sko. Ég fer aldrei á pubba eða seturðu hellingasmjöri yfir lambakótilettan? Já, mér finnst það gott sko. Það er best. Já, mér finnst það fínt sko. Svo fer ég svolítið í leikhús með krakkana mína og bíó gaman að því. En enn lestu ekki bækur? Nei, ég á erfitt með að lesa og það er einhvern veginn, þannig ég nú með einhverjar bækur hjá mér á náttborðinu. Ég hef aldrei getað lesið meir en eina blaðsíðu, þá er ég sofnaður. Bara aldrei nokkuð tíma, bara ein blaðsíða. Ef ég næ henni, þá er ég bara steinsofnaður, sko. Ég er yfirleitt alltaf líka þreyttur þegar ég fer að sofa. Ég byrja í vörklass alla mótna. Ef maður byrja klukkan 5, ef maður vaknar 5 og er komin í vörklass 6, þá er maður orðin þreyttur á kvöldi. Ég trúi því að þú ert allan daginn. Þetta er bara til fyrirmyndar. Það búið að vera mjög gaman að spjalla við þig, Diddi. Svona í rétt í lokin uppskriftin af góðum degi, góðu lífi, hvað er það svona, hvaða gildi er það sem þú nærir helst, hvað svona hvað þú segist ekki vera með mikla veraldlegar áherslur, hvað er það svona í andlega lífinu sem skiptir mestu máli að þínu mati? Í andlega lífinu? Já. Ég reyna að rækta mig. Já. Mér finnst mjög gott að vera í sambandi við jákvætt fólk sem er að vinna í sínum málum. Jákvæðin er alveg bara, finnst mér alveg númer 1, 2 og 3. Og reyna að vera glaður og ánægður og þakklátur. Hugsa það sem að gera manni gott. Ég hef til dæmis rosalega gaman að vera að vinna í alkohólismannum. Svakalega gaman. Við vorum einmitt að setja upp núna prógram í sambandi við S.A.A. Við ætlum að vera með núna þorramat núna í janúar og við ætlum að vera með kótilettu kvöld í febrúar. Þú ert nú alveg með þau á heilanum, Diddi, kótilettu kvöldin. Og svo ætlum við að vera með vorfagnaði í vor. Já, ég hef gaman að því að svona eitthvað í kringum alkohólismann. Það er eiginlega eina áhugamáli sem að ég hef sem að ég sinni kannski réttar að sagt sko. En svo, ég get sagt reitt yfirbót og það er mjög skrítið þegar að vinnan er aðal áhugamálið þitt. Það er bara þannig hjá mér. Ég hef bara áhuga fyrir vinnu. Hugsaði það, ég bara kannski bara eftir hádegi þá bara renni ég norður á Húnavelli. Það er bara þannig sko, hitti starfsfólkið þar og á það bara góða stund og svo keyri ég bara heim aftur. Þetta er bara tæpið 3 tímar. Þau okkar sem að upplifa atvinnu okkar sem lífstíl frekar en eitthvað svona íþyngjandi, við erum svo heppin. Mér er alltaf fundist þetta með blaðamennskuna. Ég finn aldrei fyrir því. Man er oft lent í aðstæðum þar sem maður þurfti að vinna mjög langa vinnudaga, vikum saman, sólarhringum saman og allt það. En ég finn aldrei fyrir því sé í vinnunni, sko, vegna þess að ég hef svo mikinn áhuga á því sem ég er að gera. Það er svo mikil blessun, að maður getur starfað það sem maður brennir fyrir og hefur áhuga á. Ég þarf ekkert annað en bara að fara út í Svínavatnið og synda svona 100 metra fram og aftur, þá er ég bara búin að redda deginum, sko. Þannig að það er bæði sjósund og sund í vötnum. Já, ég fer bara í kælingu. Mér finnst það alveg rosalega fínt að fara í kælingu. Þá skiptir mér engu máli hvernig veðrið er. Bara ef ég er búin að ákveða að fara í sund eða í kælingu, þá fer ég.
Þetta grjóthart. Skiptir engu máli þó að sé 14 stiga frost, mér er alveg sama. Ég þekkti Rúnar Júlíusson. Við vorum saman í ræktinni í Keflavík. Og hann kom í ræktina á hverjum degi. Í blindtríð kom Rúnar labbandi. Alveg í blindtríð. Og það kannski lærði ég á því eitthvað og ég hérna. Já, það var. Hann fann það, þetta gerði honum gott. Og það er það sem að, já, mér finnst að þetta gerir mér gott líka, sko. En ég veit ekki með kælinguna, það er nú ekki allir læknar sammála því að þetta gerir líka mannum gott. Nei. En að láta bílinn ekki buga sig, bara eins og Rúnar gerði á leiðinni í ræktina. Já. Þetta er náttúrulega það sem að bara þetta blessaða lífsamstur gengur út á. Já. Er það ekki? Jú, það er bara þannig, sko. En já, hvað ég myndi, já, það er bara, mér finnst líka skipta miklu máli hvað maður bara borðar, hvað maður setur ofan í sig og hvort að maður er sukkandi allan daginn eða hvað, sko. Já. Mér finnst mjög gott að vera svolítið sterkur, bara með sterkan líkama og stoltan og geta haldið svona fullir í reist, sko. Já, ég heyrði helviti skemmtilegt einu sinni að segja frá því. Þá er það þannig að það er kona sem er með einhver þátt hérna sem hefur verið að spjalla við eldra fólk. Og hún að tala við mann sem bara fagna 100 ára afmæli. Og hann heitir Margeir. Já. Og hún segir við hann, Margeir, er eitthvað í lífinu svona sem að þú hefðir vilja gera öðruvísi? Eða er eitthvað sem hún sérð eftir? Og hann segir svona fast, já. Og hvað var það, Margeir, myndur vilja deila því með hlustendum okkar? Ég hætti að vinna áttræður og þá byrjaði ég eldast, sagði hann. Já, ég veit. Það heldur mörgum ungum að bara vera, hafa alltaf nóg fyrir stafni. Já. Það er mikilvægt. Já, og láta heilan vinna. Já. Spilaðu bridge? Nei. Ég spil ekki neitt. Aldrei og seint að læra bridge. Já, ég hérna. Það er svona til marks það hvernig maður getur haldið heilan og gangandi. Já. En ég ætlum ekki að fara heila þú. Nei. En hérna, er þetta í fyrsta skipti sem þú ferði í svona langt og ítalegt viðtal í fjölmiðlunum, Diddi? Já, ég hef ekki farið í svona viðtal áður. Ég stundum farið í svona kannski 10 mínútur eða eitthvað þannig, sko. Já, svona örstutt eitthvað. Já, ég er ekki vanur því að vera í fjölmiðlum, sko. Ég skrifa stundum greinar þegar ég var á sjónum í gamla daga. Þá var ég að skrifa kvótakerfið og það allt saman og hérna. Já, svo fór ég einu sinni til hann Stefáns, man ekki hvað það hét þarna. Stefáns í Morgunblaðinu. Fórum ég á Ási. Já, Stefáns Einars. Já. Spursmál, já. Já, þú hefur farið til Stefáns. Já. Já, við fórum í nokkuð viðtöl svona þegar vorum að kynna bókinu þegar hún kom út. Já. Annars hef ég bara aldrei verið í viðtölunum. Það er bara eitthvað sem á ekki við mig. Ég er frekar feiminn. Já, þú ert frekar feiminn. Þú sagði mér það áður en við hérna sett svona niður. Og hérna reynir samt að láta ekki bera á því. Já. En eins og ég sagði, búin að segja kannski 2 eða 3 eða 4 sinnum að ég er svona einrænn og einfaraði mörgu leyti. Já. Hefur þið liðið mjög illa síðustu 2 tímana hérna með mér í þessu viðtali? Nei, mér hefur ekki liðið neitt illa. Ég held þú að segja síðustu 2 árin eða eitthvað. Nei, það er ekki þannig. Það er ekki þannig að mér líður illa, Björn, þá hefði ég bara gengið út. Ég er ekki með neitt, ég pínum ekkert, ég er bara mjög gaman. Ég hef alltaf gaman að ræða alkohólisma og við erum búin að ræða það mikið og við hefum komið svona inn á eitthvað annað líka, æskunna og sjómennskunna. Og þess að 2 ólíku heima, lífið sem var og lífið sem er. Já, ég segi það, lífið fyrir og eftir. Mér finnst vera fyrir áður í fyrir áfengismeðferð og síðan lífið eftir sem verður allt öðruvísi og það er svo mikið breytt að það er ekki hægt að lýsa því. Nei, einmitt. Og þegar maður fær nýtt lífsviðhorf líka. Já. Frábært, kæra þakkir fyrir komuna og spjallið og hérna deila með okkur bæði skemmtilegum og viðkvæmum hlutum. Sigurður Friðriksson. Þetta er Frissa. Bara takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir.
Nú minna ykkur ágætu hlustendur og áhorfendur á dagskrá okkar á morgun. Þá þjóðmálaþátturinn Synir Egils og von á góðum gestum. Það eru bræðurnir Gunnar Smári og Sigurjón Magnús sem stýra þeim þætti sem endra nær. En segjum þetta gott í dag. Takk fyrir að hlusta eða horfa. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni.